Góð spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4 og FN95 blöður hafið göngu sína á yndislegum föstudegi, alltaf hér í höfuborginni, sturla veður og litla stressi, drengi. Við erum í beinni útsendingu frá Fossinum og netið er búið að vera að stríða okkur. Já, interneti. Þetta datt inn 1 mínútu fyrir þátt. Ég hef aldrei verið bara stressaður. Við vorum búin að ræsa bílinn, vorum að leiðin upp yfir, en þetta hafðist. Ég vonaði að við séum í útsendingu. Já, það er miklu meiri gýr að vera hérna. Við erum hérna á Fossinum, þetta er í fyrsta sinn í beinni frá Fossinum blöð. Já, ég er endal ánægð með ykkur. Ég vildi keyra upp yfir, þeir sögðu nei. Nei, ég er ekki að fara upp yfir. Ef að neti klikkar núna, það er bara ekki þáttur í dag. I ain't going. Ég ætla að vera hérna. Munu ekki þegar Caprión sagði þetta í Wolf of Wall Street? I'm not leaving. I'm not leaving. Sko, á einhver fleiri memes heldur en leiðanótið til Caprió. Þetta er bjöggun alltaf, þau voru að búa til nýtt meme bara í beinni á Óskartum dag. Viljandi bara, nú hendum við meme. Hann á bara kamerun á þessu, sko. Það bara snúa velin á Caprió og það kemur meme. Já, það er, sko, mér finnst alltaf pínu skrítið að byrja þáttinn í svona stressi. En núna erum við að róast, við erum komnið með eitt kaldan hérna og bara allt upp á 10. Sturla veður. Og það er fyllir betur að höra Mushroom er komin. Já, sveppurinn er mættur hérna á Fossin. Lulme. Það er rottaleg hundur í húsinu. Plötvélinn. Egil Plötur er mættur hérna. Þessar plötvélinn lappa bara ykkur 30 skref og kemur hann á Fossin. Sko, hann verður fastagestur hérna. Já, og líka MVP sem er hérna, hann er framkvæmdastjóri Freyju og hérna hann er 10 skrefum frá a.k.a. Candyman, segir nafnið hans 5 sem í speil og hann mæti bara með sterkan draum og hérna hann taldi skrefin 70 skref frá húsin hans. Spáði ég bara komin bara með hverfistað 70 skrefum frá þér. Málega líka það væri hættulegt, sko. Fossvogurinn hefur svona fram með aðra önnur location á Íslandi. Það er rosalega mikið magna fyllibittum. Hvað meinar? Já, sko, ef þú ferðir þetta er óvinnu mikið. Það er ekki bara allstað á Íslandi. Þetta er positíft, sko. Ég er bara, nú þegar ég taka upp bara hanskaninn fyrir Fossvoginn. Ég hef ekkert orðið varð við það. Þetta sé eitthvað fullt hverfa fyllibittur. Það eru samt alveg svakalega fyllibittur. Já, það eru, sko. Kemur hart frá Mosó. Þú veist að ég hef komið upp í Mosó, sko. Hörðu viðskiptahugmynd, opna bar í Mosó. Fyndu fyllibittur og opnaðu bar. Já, í Mosó, það er meira svona, það er svona heimadrykja, sko. Það er svona fólk bara inn í ykkur bílskúr eða í ykkur fjósi. Það er bara í Mosó drekku í hesthúsum. Svona Mushroom. Ég finna, sko, máli er það fólk tekur átt, því ég segi fyllibittur, tekur fólk því sem að það er neikvægt. Ég er þetta hrós, ég er að meina bara í Fossvoginn með lið, með elskar að fá sér aðeins. Flest ekki það röltingað í beer. Mástu þeirra Steinda ætla að rebranda sig. Hvernig gengur það að hefða Steindi? Hann ætlaði svona bara að minka þetta að vera... Hætta þið beer og fara bara í boost eða ekki og vatn og... Nei, ég sagði að það væri ágætt fyrir hópin að vera svona aðeins, sko. Þetta kom svolítið eftir að blöðana var í skaupinu að drekka líterskrúsin. Og það sagði, er ekki aðeins komið tíma að rebranda hérna. Versta sem að kom Hjörtur var fyndið. Hann var í miðjum sopa. Sér hvað þetta er steikt. Manstu þetta líka? Með sko líterskrús eða 1,5. Og þegar Egil sendi í tjatti blöðarinn þetta þá fylgti Steindi byrja að rebranda sig. Þá sagði ég, strákar, núna við megum ekki fara að vera svona bjórkallarnir, sko. Það er ekki alveg nóg. Ég held að, sko, við höfum alltaf verið stemmingsmenn. En þetta jóladagatal, það var ekki að gera mikið fyrir okkur. Smálega það er eitthvað, það var fullt af fólki sem að bara svona hugsaði, herðu, já. Það er bara svona, þetta er svona. Þessi betur fyrir það bara farið off the line, sko. Það er rosalega þunn lína að vera stemningsmaður. Og að vera og vera komin í líterskrúsina, sko. Það er línan, sko. Við höfum alltaf verið stemmingsmenn. Ef við erum eitthvað verra þá erum við alltaf functional. Það er nokkuð ljóst. Nei, við reynum að hafa gaman að þessu. En það er gaman að sjá fólki byrja að streyma inn á Fossin og Risa er náttúrulega dagur fyrir fólki og náttúrulega bara fólk allt land. Það er bestadeildin. Við sýnum leikin hérna á Fossinum eftir, K.A. Víkingur, og allir útileikir eru sýndir hérna ásamt stórun leikin. Það er margir búin að spyrja mig hvort United Chelsea verður sýndur á morgun, hann verður sýndur. Það flokkar sér stórleikur. Skilur þetta ekki að sýna Inter Cagliari eða Lens Toulouse? Nei, hann er ekki að fara þetta einn. En Newcastle-leikur. Nei, Newcastle er ekki að spila stóra leikin núna. Jú, reyndar á mæti. Þú veist að, sko, Newcastle-menn eru með svaka stuðningssíðu á Facebook. Já, þá er það sínt, sko. Já, máli er að Newcastle-menn á Íslandi, þetta er risahópur. Og þetta er fólk með tilfinningar. Nei, þetta er ekki margir. Jú, margir. Þetta er risa síða. Þetta er 3 gæjar. Ertu Sörens. 3? Þú og Sörens. Hver er þriðji?
þetta með Newcastle. Strákar, við erum að tala um þetta 40-50.000 manns. Þetta er alveg rist. 40-50.000 manns Newcastle. Þú og Sörens. Já, ég get ekki nefnt einn í viðbóti því þetta er bara þú og Sörens. Er það ekki bara nóg? En sko Einar Kokkur, hann ætlar að koma með nokkar rétti þetta fyrir okkur eftir og lefa okkur að smakka Egil Túnator konstant að smakka þér. Einar Kokkur. Pröfum hérna í gær og það er fyrsta sinn sem við bara opnum formulega. Þú kannst komið þetta með gera að borða og Bjöggi framlýslustjóri í stöða 2 var að labba þetta inn. Það er alveg ballers í húsinu núna. Það er rámdýrlið hérna á Fossum. Ég mætti hérna daginn og prófa hérna mála þeirra. Ég fekk tasting menu hérna. Já. Og þetta er ekki svo hefðbundin svona nachos ég blöð hendi ykkur blöð og Rakel komið ykkur milljón rétti ég hef aldrei smakkað neitt af þeim áður það er allt nýtt það er svolítið stemmingin hérna þetta er ekki fólk er ekki að fara að fá sér við seljum ekki hamburger við seljum ekki burger og pítsu en maturinn er geðsjúk það sem er skita hjá ykkur og getur verið your downfall er að vera ekki með pilsur þegar að vera með þú veit að geta panta en að byrja með high-end pilsu og selja hann á 30 skall ég held að fylliböttu myndu kaupa ykkur í gín sko að þú var að selja pullur sem væri með sætu sinnebi og súru gúrkum það er orðið lykilatriði þegar ég fæ banna unni kjöti í grunnskóla landsins núna sko það er ekki gott fyrir því sko. Já, veistu hvað, þetta er ástæðan fyrir því að það eru bara allir með brjósklósmaður og lappandum og það vantar bara smá pulsu átt í þjóðina sko. En ég er búin að lofa það Steindi það kemur núna loksins að því að það verður pop-up ristabrauðstaður og það verður á Fossinu við þurfum að finna bara einhverja góða helgi í sumar ég þyrfti til að kaupa þá svona ristavila sem eru með bara endalaust svona komíska ristavil svona 20 helviti maður sem krullík Já, það er bara leið og glittir í hérna þessa gullu þá Sveppi býr náttúrulega rétt hjá sko Ég meina, hann lappar upp eina götu og hann er komin ykkar Hann var hérna, ég er búin að heita hann á hverjundi Hann mun eiða, allar mun ekki eiða hérna svona kannski ársperiod, kannski 6-7 miljónur líklega yfir ársperiod Það var gott fyrir staðinn Það var frábært fyrir staðinn fagna því En svona, ekki tengt staðnum drengir Hvað er að gerast í þjóðfélaginu? Er ekki allt upp á 10? Þetta er skemmtilegast í mánuðurinn Eina sem baka með að fá bara 1 leikur í úrslitaleik í körunni Það er Valur Keflavík Og hann er á sunnudaginn, veit ég Herðu, mastu því að þú varst að segja mig frá hvað væri mikið að gerast helgina Já, mast er svo allt Já, og ég tók þetta inn Og ég hugsaði, herru, ég ætla að hlusta á blöðarann og ég ætla að fara aðeins að tjekka á þessu Horfði á Stjörnuna K.R. Köruboltaleikin Það var leikur Það var eitt rosalegasti köruboltaleikur sem ég sé Úrslitakeppnin í körfubolta, ég er alltaf að segja þetta er skemmtilegasta sjónvarp, þetta er ekki að því að þið eru að vinna hjá sín Þetta er skemmtilegasta sjónvarp sem finnur Þetta er æðislegt og þetta var algjörlega sko Svona viljum við hafa þetta og þetta er The Star er að fara að mæta stólunum þannig að við erum náttúrulega á bossanum á þeim þannig að við vorum að hafa krafa frá okkur að þeir kemist í úrslita leikina agalegt með Ægir Já, það er sorglegt Já, og sko skjótan bata það er í íþróttum og viltu að bestu menn mæti með sitt besta lið Já, er hann ekki bara fyrirlið landsliðsins? Veit ekki með það en hann er allavega hrikalega upplöð og mikill messi fyrir Stjörnuna og bara leiðilegt þetta hafi gerst og ég sé nú Tindastólsmaður verða við ekki það Já, miklu skemmtilega að mæta liðinu alveg heilu Maður óskar aldrei meiðslum á neitt Eru þið búin að sjá slössvélina sem ég græjaði? Ég var Rakel var í nettu sjokki bara að spyrja hvað er þetta? Er þetta slössvél? Ég svo hrættur hún að krakkarnir á staðnum þetta fara að rúki í þessa véla því að þetta er ekki fyrir þau sko. Nei, ég ætlaði að stinga upp á þið myndi geta selt fólki þessa helgi á Fossunum þetta myndi skilja ykkur svona 56 miljónum myndi halda þið helgina Þetta er þess að Strawberry Daiquiri nýji drikkurinn á ölgerinni STD hann er rosalur í slössvél og málið En hver er að fara að fá sér þetta? Fyrir hvað er þetta? Við félagarnir Hver er að fá sér þetta? Veitu hvað ég heldi mörgur dósum í þessu við En byrju, þú heldur sem var að drekka 20 dósir? Já, ég minna það er fössari En blöð, akkur fer ekki hérna, verður svolítið almennilegur eftir þegar kemur lag og svona ferð hérna og hellir þessu í einhver plastglös og ekki krökkunum gefur hérna fólki það er heldur gaman að loka á sig bara fyrstu helgina leiður fólki bara smakka ég er bara að finna það, ég ætla á ekki að vera inn á þessu stað það er ófæðilegur ok, gefum þessu svona Sveppi Krulli mættuna fram gefum honum eitt Strawberry Daiquiri Egil er búin að vera einhverja 2 klukkutíma hann er búin að ræsa út einhverja slössvél Rakel, hvað er þetta? Hvað er þetta að gera þetta? Þú getur ekkert haft þér að mann þetta daglega sko þetta er slössvél með Strawberry Daiquiri Hvar fegstu slössvél? Ég samti við ölgjöruna með að redda þessu og koma með þetta en málega tók alveg meiri klukkutíma fyrir slössi að vera reddi
Það er bara vökvi núna í meira klukkutíma. Nú er þetta orðið slöss, að sjá þetta. Ég sprakk hérna kannski put that shit on my gram. Ég ætla að Fólk fatt einhvern veginn að setja, já þá líka fatta fólk bara hvað við erum að tala um hérna. Þessi vél er bara hérna í herbyggi með okkur. Við erum í, sko, þetta herbyggi er hljóðin okkur, ekki? Sko, og það heyrist fullt af fólki mætt hérna frammi og það er stemning á fossinu, það er nokkuð ljóst. Og hérna er STD. Ég ætla að fara yfir þátt dagsins, drengir. Ég ætla að byrja á Ég ætla að búa til content. Já, ég ætla að byrja á þér, Egill. Fólk sem að hlusta þarf að vita hvað við tala um. Hvað er spurning að byggja þess hans? King of Summer. King of Summer? Það er fyrst og 15. Já, ok. Þannig að það er líka gott viður úti. King of Summer, þetta er álegt, ekki? Við sátum nánast út. Herru, pælið því. Það er loksins komið vor allavega. Ég var að hlusta á okkar fólk á bylgjunni. Núna, hérna, það var í bílum, þáttur. Og við skaman að stilla inn á bylgjuna því að það liði náttúrulega sko. Þú veist, þau ræða hversu föstur. Nei, þau eru all-in. Þú veist, þau eru, málega er að ég held stundum, þegar ég held að við séum grófir, þá finnst mér ágætt að stilla yfir. Þá er ég bara, ok, við erum alveg á réttu línu. Passa sér bara alltaf að taka stikkin þegar það er lag. Slökum að þess á. En það sem ég ætla að segja, drengir, er að það var umræðum að væri vor í lofti, sem ég er sammála. Þú veist, ég fann þetta byrjaði í fyrradag. Þetta byrjaði í fyrradag, þá kom bara veðrið varð allt í nú bara svona, það urðu allir glaðir og það var bara vorið á mætt. Viku seinna er sumardagurinn fyrsti. Ísland er með 7 daga vor. Þetta er það sem ég er alltaf að segja, sem er svo grilla. Ég var alltaf með King of Spring. Munið því? Hvernig var það? Munið alltaf vera vorni. Það var aldrei. Það kom aldrei. Það vera vorni. Ég hef ekki náðið í mörg ár. Það er aldrei vor. En málega það, þú hefur átt að hafa það í dag. Já, en málega, núna er 10. Fyrst og 15 daginn. Já, ég myndi halda að vera 10 gráður úti núna og ég ætla að segja ykkur að þetta er vorið og ég ætla að segja sko, sumarið, það bara styttist í það. Ég myndi segja að það væri mánuður í sumarið. En nú er bara komið. Hvað meina sem mánuður í sumarið? Þetta er ekki sumar. Það er ekki 8 gráður er ekki sumar. Það er 20 við sátum út á hann. Það eru 8 gráður. 15 gráður er lágmark sumar. Já, það er Guðjón, hérna, ég veit að okkar besti maður, hann er á tökkunum upp í vinnu. Byrjum þáttum á sumarið eftir smá, ekki alveg strax. Einn mól er hann að koma með, Steindi. Þú verður að vera hitt sjöpuðu. Þú vannst síðast King of Summer. Er ég sumarkallina? Já. Þú vannst 2021. Það er 2000. Blöð er búin að svoleiðis niðurlægið ár eftir ár í Kovæta. Það var bullandi Kovæt. Já, ég veit ekki hvernig þú fórst að vinna þá sko. Þú var 6-4 þá. Þú var heppinn. Þá eru þetta öðruglega verið eftir búin að fara í 6 geimannir og eitthvað svona. Hvað fórstu til marga? 13-14? Já, 13-14. Elskar að fá pinnan að nuti. Ég held ég hafi 400 Nei, ég fór ekki í svona margar. Ég sverða. Ég fór samt örglega í 20-30 því við vorum ofta að skemmta þegar þetta var löngu búið. Ég fór í svona 5. Ég var að skemmta neður alltaf. Þú hefur farið í svona 30. Ég fór meira þessar stundum í þannig að ég skrúa bara niður bílrúðun og fekk pinnan. Fóruð þið í þannig? Þetta var svona eitthvað fíkn. Já, ég fór í þannig. En myndi gleðja þig núna? Myndi gleðja þig að myndi pinna þig núna? Nei. Mér myndi ángist gleðið. Mér finnst það vond eins og öllum. Myndir fá svona fiðrikið. Það kemur ekki á orð. Það steindi sig á kvöldi með svona eyrnapinna bara. Ég get pinnað þig. Ég get pinnað þig? Það er rosalega frasi. Ef þú vilt það. Sko, við erum með þekkið það ekki líka drengir. Það var með kompaktum daginn og ég bara fann, ég finn svo gaman að þið ekki. Já, ég hata það. Ég náði að henda í 4 helviti þægilega. Ég veit hvað er skemmtilegu fyrir þig og fyrir hlustendur. Ég elska það. Ég veist það svo krefjandi. Það verður sérstakt sko, þegar maður fer alltaf á prentaran, núna fer maður bara stendur hérna út á miðju gólfi. Nú fer maður að tala um mössa og mingla við lið. Farið bara inn á fossin. Sko, núna er vantarlega endi lag, þá fyrir við bara fram, fáum okkur slöss, minglu við. Þú voru að vera nær Magnús og að heyrist þetta. Ég átti mikið á láði sko, hversu langt ég var að ná hann. Ég er ekki með headphone sko. Nei, þú bara hafa hann alveg svo. Ég bendi bara á það. Viljið þið slöss? Ekki strax, förum að sér fyrir hættinu. Herra Netusmjör, okkar raskasti. Förum yfir það sem er þætt. Rappari landsins, hann er á leiðinni til okkar. Hann er á alvöru rönni. Hann er náttúrulega sko málega Netan. Platan hans er sturglu. Frábær plata, frábær maður og hann er búin að vera á rönni núna. Hann er búin að vera bara stett í rönni. Rönni. Já, og ekki sko, þetta er ekki skyndirönn, þetta er ekki sprettlöp. Hvað getur við kallað þetta, Egil? Er þetta metarönn hjá honum? Hvað brefið voru uppleið bara endalust? Sko, Netar er búin að vera á winning streak bara frá því ég var í Hamraborg eitthvað doktorfútbolkvöldi með Hjöppa og Söru og hann kallaði Netusmjör inn í, ég vissi ekki hvað það var þá.
og Hjöppi og kargar hnetunum upp á svið og hann alltaf átti í sviðið svo alltaf og það bara sko, ég veit ekki, heldur langt síðan og eftir þetta bara að vera brefinu búin að græna ár eftir ár ef þetta var líka herra við bref þá hlýtur að vera Rocket Lab sem er búin að 20x sig þeir eru hlutar á uppleið núna ég gef Steinda það fyrir eitthvað sem er í blöggastelskeppninni og svo líka bara má líka gefa netuna hann líka serial entrepreneur sko hann mun eiga miljard þetta svona ræðu þetta allt saman við hann eftir það eru sturlaða staðreyndir og þær eru hér og eftir og þær eru góðar það eru sturlaðar bara, já núna þær eru sjaldnar og fyrir vikið eru þær góðar þannig að ég hendi þær hér og eftir Brandarhótt senior hann var að senda nokkra mætti nokkra í náðun og heimtu þetta málega það, allt í hennu fatt að ég heyra hans í, svo ég ringdi hann bara 3:30 hann veðraðist þetta upp hann var bara, fyrir gefurkallin minn ég var ekkert búin að spá þessu ég er bara búin að vera ferðin, ég var ekkert búin að beða þetta ég er bara að ringja núna og já ok, þetta er svaka þund hjá mér hann var strákvæður eitthvað gaman að þessu hann er áhyggjur eitthvað sko þannig að hann fór allir í nút en hann er búin að senda nei, við elskum það, annars verður ekki beðið segðum að vera vel gróður nei, hann er búin að senda en hann hefur áhyggjur að því hvernig þið takið þessu já, hann þarf að vera stór, ég elski það já, hann er stærstur við erum his biggest fan það voru að nær mæknum við erum his biggest fan sko, ég er að fá að halda mæknum sko, öllu gríni sleftu, nú er ég að vera 100% heiðalögur ég held að hann gæti fyllt Bæjarbjó ég bara í sæti 200 manns það er svolítið stutt síling það er stutt síling nærðu þessu í 1,5 tíma málega það er mikið tempo á bröndurinn og þeir eru það fyndnir margir að þú getur ekkert hvað það er að hlægi í 2 tíma þú getur það ekki nei, hann þyrfti líka að vera með svona live stories hann þyrfti að segja frá því það fekk Kampylobakterinn í Nóatúni hann var líka að segja mér sko nýja sögum daginn þegar þurfti að kalla á nætulækni þegar hann áskotnaðist eitthvað ræpusúkkulaði þetta er sannsaga þetta var rekk þetta var svikasúkkulaði áskotnaðist ræpusúkkulaði sagður það nei, ég er að segja að það þurfti að kalla á nætulækni var þetta sem færðu manna með öndina? nei, þetta er gamalt þetta er ekki eitthvað glæð nýtt dæmi þetta er ný saga, gamalt dæmi en var einhver að rekja pappaðinn? Já, þetta var eitthvað þannig að þeir voru frekar ungir og voru einhver aðeins eldri gæjar og með súkkulaði í einhverju partíi og hver selur svona súkkulaði? Nei, þetta var bara eitthvað þetta er ljótur rekk já, þetta er bara það er eitt að fá einhverja vonda lykt þetta er bara heima tilbúið dæmi svo er bara basically bara laxa súkkulaði sko, en þetta var það sterkt dæmi að þú ert að kalla á nætulækni bara til að gera hvað? Já, bara til að reyna að stoppa það er alveg dæmi þetta kalla á nætulækni og hvað gerði hann? hann bara fjast lækni hvað gerir nætulækni til að stoppa það er bara dröðlega góð spurning allan ekki, ég meina, Emotium var það komið ég veit ekki, þetta getur við ekki spraut lendur oft svolítið vesinu okkar besti maður allavega 2 reyndilega til svona 500 sögur pappa og hans vesinu sko hvað sagði hann aftur þegar hann var að hægja sér hann í búðinni? allir út í bíl já, hann sagði bara allir út þetta er búið þetta er búið ég er búin að spyrja hann út í þetta og hún finnst ekkert feimnismann meðum alveg ræða ég er ánægð með það já, ég er alveg að raka alla út staðið að fara bara, hörðu, má ég fara á klósetti hjá okkur? Nei, við verðum líka að gefa sínjónum það hann er aðeins harðar heldur en sonu sinn sko. hann bara hleypur út í bíl sonur hann setur á sig bleiðu þegar hann fæði svona og meðan pappin er bara allir út í bíl og drulla sér heim sko. hann er gamli skólinn en máli er að þú veist sko, hann er ekkert feimið við að ræða ósigra Sveppi náttúrulega í 70 mínútum hann er nú hérna frammi, ég er að fara að horfa á Víkingsleikin að þá tók hann hérna laxarolíu í 70 mínútum eins og við vorum hann náttúrulega alltaf með tilraun dagsins drakk hann þetta? Hann drakk þetta, svo vorum við bara að bíða og gerðist ekkert, en við vorum náttúrulega bara að vinna frá 9 til 4 bara í venjulegri vinnu, eins skrítið á hljóma það takk 70 mínútur Bíðuðu bara með ít á rekk og horfðuðu bara á hann og bara hvað segir þú, hvernig er þetta? Svo er ekkert að gerast og hann drakk meira og við biðum, hann drakk miklu meira en þessi hátteginu, hann bara, nú hlýtur þetta að gerast gerist ekki neitt, svo fór hann heim og þegar hann kom heim kvöldið enga kameruða neitt þá fór allt í gang og hann var bara á dollunni í einhverja 4 tíma fastur og bara engin húmor í að ekkert vera að mynda eða neitt ég held að finnast aðri í 70 myndum frá upphæði sé held ég plömmerkeppnin
Hún var Mannsættir þegar að banna að nota hendur og átti bara að nota með frjálsir aðferð frjálsir djöfull, hann svo góður að búti plömmir hann býr til alvöru plömmir hann er góður alltaf svona allt sem tengist að vera með svona raskat út í lofti hann getur eiginlega girt niður þessu bara án þess að nota hendur hann getur bara svona AC-limunni þá er hann þessu raskat út í lofti þar já, hann er líka sko, maður veit stundum ekki hvar rassin endar og baki byrjar hjá hann sko. Þetta er svo slétt allt einhvern löng lína á hann en talandi að við sem í beinni útsendingu hér frá Fossinum að þá eru margir búin að senda upp á matseðil og annað það er Facebook síða og heimasíða á leiðinni svo ég sé ekki alltaf að svara því það mun þetta inn, þar verða 8 tímar líka svo minni á Fossin 108 Instagrami það er einhver álaga þegar þú býttir Facebook síðu ég veit að við erum að læra við sýnist lössi vera klárt ég ætla ekki að vera leiðilegu en ég held að taki cirka bát svona 8 sekúndur að gera Facebook síðu 8 sekúndur við erum að læra þetta er alltaf réttur leið ekki sjá tæknimálin blöð ég fór alltaf að pæli því þú átt ekki að vera neitt tengd úr síðunni þá verður síða hökku og ég mun ekki sjá neinn tæknimál það er að búa að hakka síðan ítir allar linka sem allir senda þér og allt einlega sem ég gera er að reyna að koma fólki inn og svo bara afgreða bjóra og annað og sendi blöð link hann bara smellir á hann ég hætti þessu og hann smellir á hann á svona nanosekundu bara fæl link haldið í alvörunni eftir það sem ég er búin að lendi í núna að ég sé bara smell á fyrsta link ég get ekki verið meira safe ég með þess að ringdi þig daginn eitt ég sagði bara herðu ok, núna ertu currently paranoid sko en svo leið og þú droppar aðeins your guard my guard is up nýtt kreditkort og allt í apas ég get ekki verið með kantóna nýtt það gengur ekki en Guðjón okkar besti maður í stúdíónu upp í FM áttu sumarið með Úlónum andakur svona fyrsta sumarið er að koma á King of Summer hanna FM 95 Blö í samstarfi við CBD Reykjavík og Loop Zero hárrétt það eru CBD Reykjavík og Loop Zero sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Grímsbæ hér það er Fossin stöttir á Fossinum og ég veit að þetta var erfitt rengi fyrir vanafasta menn eins og sjálfa mig að það fór óvart inn í auglýsingar áður fórum í slúðrið þetta fór með því, ég sá það ég get lofaði því að það eru nokkri að nútið sem eru vanafastir eins og ég bara herðu okkur komu auglýsingar ekki eftir slúður það er líklega eitthvað brjálað nú ég vonaði liðið þetta mér fannst þetta óþægilegt sjálfum og ég byrst afsökun á þessu en er þið til í slúður drengir? Ég er ekki með góðan pakka ég verð bara að viðurkenna það mér finnst þetta að vera svo algeng setning nei ég er búin að vera með bara Egil sagði daginn bara takk fyrir þetta slúður þú fannst að það gott sko ég tók í spaðan á hann ég elska það sko ef Egil tekur í spaðan á mönnum eftir gott slúður þá veit ég að þetta var alveg slúður ég sé það sko á pub og ég sé það hérna í þettunum sko eins og fyrsta slúður þegar hann sagði verbreyðasögu og hann sagði bara herru takk fyrir þessu sögu hann sagði ekki eins og þetta hann sagði bara spaðinn upp á saga mín er verbreyðasögurnar sko svona hrunsögur með stemningsmönnum það getur nú líklegt að koma nú einhver þannig sögur bráðlega það var ekki stýttist eftir með hverju vikunni þetta lúkar eins og bubla en er þið tilbúinir sem dæmi þá er fyrsti mólin ég var búin að hætta að fjalla um þessu fjölskyldu það er Beckham fjölskyldan en Victoria Beckham hún var að tjá sig fyrsta sinn fjölskyldu harmleikin eins og þetta kalla það var hún aldrei búin að kommenta á það nei, það var bara David Beckham sem búin að kommenta á það var enginn búin að kommenta á þetta því að nú er ég búin að segja þér marga ofta þetta snýst náttúrulega líka um nærbuksurnar og kjólana og úrin og allt þetta af hverju er einhver að tjásu um þetta er enginn að pæla í þessu núna nú er þetta bara búið að vera í dvala þá allt í einu stingur einhver upp á því að tjásu um þetta hvað heldur þessu finnst þetta ekkert skrítið hvað heldur þessu spurð oft hvað heldur þessi margir búin að spyrja Victoria Beckham í öllum viðtölum sem hún fer í hvað er að frétta hún bara ég neita að ræða þetta ég hef ekki séð neitt um þessa fjölskyldu og þetta drama í fjölmjölum hér á Ísland allavega í langan tíma þetta er búið að vera og allt í einu er bara svona heyrðu helvít er þetta kólna maður núna er bara salan á öllu þessu dóti ég þóli ekki og sérst með þessa kenningu það viltu meina það að hann heldur þessi að vera að leika sér að þessu til að selja nærbuxur Victoria ágæst núna að kommenta á þetta það nærbuxarsalan var búin að keyra staðist ég er ekki að segja að þetta hafi verið skipulagt bíf ég er ekki að segja það og ég er á því að þetta er harmleikur og þetta er sorglegt en
ég er líka á því að það þarf enginn núna að stíga fram og tjá sig þetta. En finnst þér ekkert skrítið að Brooklyn Beckham sé búin að vera í 2 samböndum Nei, konan hans, hvað heitir hún, Nicola Peltz Hún er búin að vera í 2 samböndum með svona þekktum einstaklingum sem eiga ríka foreldra Og þetta gerist líka í hinu sambandinu Hinn fyrirhandi kærastinn hætt að tala við fjölskyldunum sína Já, ég veit ekki til það En ég veist ekki til það, ég er að segja Þetta er ekki kleiku tölur En ég er að segja bara núna Er að Beckham og Victoria Þú veist, hjónin Þau þurfa ekki núna að fara að tjá sig Nei, herru, þetta var ekki alvarlegt Eina sem hún sagði greið bara við elskum börnun okkar svo mikið og höfum alltaf reynt að venda þau Þetta var eina sem hún sagði Já, þetta er eitthvað sem við getum sett í hvort annað Bara í eldhúsi En alltaf barni vill ekki svarinni Nei Barni er búið að útiloka fóreldra sína Þannig Hann er búin að blokka ná til þeirra Hann er búin að blokka sískin sín Láti ekki eins og vilsingastar Herru, svo er þetta næsti móli Hann er nú ekki mikið merkilegri Ég verða beðast afsökun á þessu Það er þunnuð 13. Þetta er best afsökun og geggjum slúri Köruboltastjarnan Lamar Odom Já, ég var alltaf gaman Fór hann að koma aftur Ég ætla að biðja Björgum að pikka þess í Davíð Beckham Já, og segja bara svona það er bara orðið þannig það er bara að vera að tala þetta bara í þætti á Íslandi þetta er orðið smá grilla Ertu með númer hans Beckatór? Já, viltu fá það? Nei, en fegstu það? Ég get Ég ætla ekki að senda honum þetta Nei, síndu mig núna símaskanum þeirna Ertu með Beckatór þar? Já, Ok, við ljúum ekki að hlustundum Ég ætla að sjá hvort það sé satt Það er fór númerið þá? Nei, þú mátt það bara ekki En veistu hvað er skrítið? Hefur sendt honum eitthvað eftir að gerir þáttinn að það með hann? Sætti því sem er viðskiptahugmynd Hefur einhvað sendt Beckatór? Hvað var síðast SMS sem þú sendur hún? Það verið í glas í pottunum þá Hvað er að frétta gamli og svona mynda sér í pottinum Adrian, huggulegasti bróker landsi sem mættur hann á fossin sko fíla Það er lesum álur Serious Cash hérna sem mættur hann á fossin Það er að gera sér Fólk úr öllum áttum hérna Það er huggulegur, jakkafötum Bjartmar og svo Bjöggi Tór fyrir neðan Ég gef steinda það, hann var ekki að ljúa Það er rosalega þessu bekk Getur þið airdroppað númurni og Það er að held ég að síðasta sem á steindi myndi gera held ég Þið munu aldrei fáta númer Við ætlum að fara í Lamar Odom Hann er fyrirvændi eiginmaður Khloe Kardashian og hann er komið nýja kærustu og sem ennú ekki svona frásögu færandi Hver er þetta? Þetta er köruboltastjarnan sem var Gifti niður svo hóruhúsum Er þau byrjað aftur saman? Það er náttúrulega dóðar Það er heimildaþáttur um þetta á Netflix Og hvað er hann, draugur í dag? Nei, þá var hann ekki komið nýja kærustu Hann var í kóma í einhverja daga og lifnaði Hvað lífgaði við? Hann er komið nýja kærustu sem heitir Rachel Bradley Hey Rachel, Rachel Bradley Já, og það sem er svona skrítna við þetta er samt eða ekkert skrítið en eina sem að vera að skrifa undir myndina var að hún er vist bara nánast copy-paste af Khloe og ég verði að gefa þeim sem að voru að skrifa myndina Ég ætla að sína ykkur myndina Þetta er gúrka maður Ég finn það maður Þessi gúrka maður Hún er helviti líkinni, sjáu það Já, þær eru heldur líka Já, bara ef þú myndir horfa hratt á þetta þá gæti þetta bara verið Khloe Kardashian Eiginlega bara eins Já, þannig að henni, Rachel Bradley, henni finnst þetta helviti leiðilegt og hún er núna að því hún byrjuð með Lamar Odom og þá er hún komið rödd og getur sagt bara, mér finnst leiðilegt að sjálf líka með Khloe, við erum sikkur manneskjan og það er bara komið í fjölmiðla og við erum að fjalla þetta hérna á F957 á Íslandi Já, komnir við fært Já, þetta er bara að hittast að slúðri Herðu, svo er lokapakkin Nei, hann er svo lélegur, ég get ekki eins og farið í Er hann lélegar en þessi? Þessi móli var vesti móli En ofta með lélega móla þá ferðar hringin og verður innu góður móla Það er geggja ef hann er lélegar en hinn tveir sko Bring it Nei, það er bara Meghan Markle, hún er þreytt á bara Hver er það aftur? Hún er frábúin í Suits Já, hún er í Suits Hún er með Harry Hún er gift prins Jú, ég veit hvernig það er Og hvað var hún að gera? Já, hún var bara komið yfirlýsingu hvað hún sé hún þreytt á þessu netnýði sem að hún hefur fengið að Jesus, bara litla gúrk Hún ætti ekkert að því netnýði skilið Blöð, það er meira að frétta þetta og stóra heiminum Nei, ég fór á alla síður Þetta er bara heitast að slúðrið í dag Ég varaði ykkur og hlustundu við að það var Mér svo góða pakki Þetta var slúðupakki dagsins, ég best afsökun á hvað hann var lélur Hér strax eftir, ég held að sé Justin Timberlake og þá förum við í þekki eða ekki Úff, það er næst Já
Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð á FM 957 beinni útsendingu hér frá Fossinum sem er formlega opnaður og opið frá 4 til 11 á virkundum og 11:30 til 11 Sko, þetta hérna herbyggi sem við erum í Þetta er kósi Þetta er mjög kósi, sko Það er að panta þetta herbyggi og horfa á leiki og svona Já, ég ætla að leifa fólki aðeins að fá svona einsinn inn í þetta, hvernig þetta er þetta Því að við erum, sko, það staðurinn er alltaf opinn og hann er frammi og það er matur og borð og barinn og svona Við erum inni í svona herbyggi sem er í rauninni svolítið einangrað Já. Og það er sjónvarp hérna og hægt að horfa á Netflix og krakkarnir og líka karaoke og hvað sem er Hérna gæti maður líka bara gist Það er bara að búa þetta Þú veist, ef þú lendir einhvern tímann í Ef þið farið eitthvað að þrasa, þú og frúin þá getur þú bara að lappa hérna og gista Bara sængina með mér Í alvörunni, af því að það er svona kósi teppi, það er sófi Ég fór að hugsa, þú getur bara að gista hérna Já, það er bara, ég hef heilt verið hugmynd Það er slussvel líka þetta Já, hún fer og eftir ekki, lofa því Þú varst að láta eitthvað pikkið upp eil Slussvel á Það var bara að gefa Fossinum þess að Nei, ég bara, það verður ekki búið upp á slussi Ekki nema bara fyrir krakka, ekki með eitthvað STD hérna. Þetta er bara, þetta út að fara að sitja uppi með þessu vél Nei, bara Egil setur þetta í bíl Þetta er bara stór og þung vél Hún verður fyrir Það er galið þetta sé hérna fyrir Herru, það er komið að dagskólið sem heitir Þekkið ekki og ef að Guðjón á okkar besta lag það eru Jón Jónsson og GTRN Falsar ekki Hvernig er þetta? Falsar ekki hugsanir? Já Minningar? Hann er þetta komið Þetta er sko, málið er að þetta er okkar fólk GTRN og Jón Jónsson, við dýrkum þau og við erum að sjá til þess að þau fái alveg stefgjöld árlega Þetta er spilað allavega helviti oft í FN95 blöð Það eru viðkennast En hvor ekkert nú er það ekki brentarinn Hvor ekkert alltaf fram á undan Þið megi bara ráða þið Ég er í gýr sko Og bara þið getið sendt mig fram eða þið getið haft mig inn inni Þú mátt ráða Viltu fara fram? Ég skal bara fara fram og skemlaði mushroom og Ok, við náðum við þig Zoom er að drekka bjór með stráknum Djöðlir að fíla það með svona feðga stund Hann er bara alveg fullorinn Já, hann er bara ríf fullorinn maður Já, menn ég er meitt 4 árs Ég fór svo seint í þetta maður Já, ég meina það er reyndar enginn okkur Hann er líka 3 árum eldri en ég En ekki það, svona, hvað, 21 tekja En enginn okkur er komið með fullorinn börn, sko Nei, en þetta líður hratt Nú er Egil farinn Nei, Egil, ekki loka Egil, hann að loka á netsnúruna Býtu, nú tel ég bara niður það sem við dettum úr loftinu Nei, ok Já, þetta slapp Þetta var panik Já, með allt ruggli sem var hérna fyrir þátt Herðu, ertu tilbúin? Já Fyrsta spurning Hversu harður ertu á skalanum 1 upp í 10? Hvað áttu við? Bara hversu harður ertu? Hvað meinar þú, hvað á ég við? Bara hversu harður ertu á skalanum 1 upp í 10? Ég sko, máli er að það að tala með ef ég bara rekt hána í Hversu mikið ég finn til og svo leið Já, það er bara oft talað bara hann er harður að sér Já, sko Hvað helst ég var að tala um? Ég bara eiginlega veit það ekki Ég var að vera heiðalegur Ég helst ég var í einhverju bara hversu harður þú getur orðið Bara við erum svona einhvern með live hérna og annar location Ég er að gerast stundum einhvern púkiðir Nei, ég get svo svarið þetta var ekki hugsað þannig Já, þú getur rétt ímyndað Þetta er bara ótrúlegt þú hafi farið á þetta Já, þú getur, ég farið á þetta Hvað heldur að hann geri þegar hann mætir þinn? Ef þú spurðu hversu harður ertu? Já, þetta er Hefur aldrei heyrt talað bara hann er harður Þetta verður vafasamt, segir ég Nei, þú múttu bara get your mind out of the gutter, maður Já, spyrjum að leikslokum, segir ég Ég myndi segja Ef þú fórst að hugsa þetta þá hræðir þetta mig En ég var bara að hugsa bara, veist Já, ég skilji Ég sko, málið er að sko Ég er ekki það harður sko Mér sko, málið, mér verður ekkert svo kallt að þú ert að hugsa um eitthvað svona að ég sé einhvers staðar að getur verið úti lengi Ég meina svo bara sjóarar Það eru harðir Já Þú veist, ef þú ert í sérsveitinni hérna á Íslandi þá ertu harður Já Ég get náttúrulega ekki ég get ekki líkt mig við þetta fólk Nei Þannig að ég er rauninni langt frá því að vera harður Hvað ætlar að gefa þér á skalanum 1 upp í 10? Það myndi ég segja Og bara allir hérna bráða móttökunni Já, ég veit það Við getum ekki verið að láta svona Ég ætla að segja þristur Þristur? Hvað er ég þá ef þú ert þristur? Erst þú ekki að harða mig? Nei, ég get ekki verið ás Ég meina, ef þú ert með einhvern hörku trillukall í 10 og einhvern sérsveitamann þá eru við bara hann að neðarlega, sko Það verður bara að segjast Ég get ekki sett ása mig Nei, ég fór alltaf að hugsa yfir reykt hánni að fyrst mér ekkert sérstaklega vond og að við getum út í kulda og svona Nei, svo fór ég að hugsa auðvitað ekki þegar þú fórst að neymdropa sérsveitinni og svona Ok, herðu, ég er bara þristur Ég er þristur þristur, ok
þá er það bara hvað gleður þig? Hvað gleður mig? Og að baki sé að fjölskylda. Ég ætla að fjölskylda. Þetta er það bara, það eru börnin. Hundurinn náttúrulega gleður mig rosalega. Ok, þú mátt eiginlega. Hann er fjölskylda. Hann er fjölskylda. Ég kynni þess að aðlast vel. Já, hann er rosalega, hann er eiginlega samt svolítið brjálaður sko, en mjög góður. Á hann ekki bara heima þetta og sömlið það? Jó, skemmtilegur. Það var áður en hann kom, alltaf þrjútt seitt og segir alltaf bara, það var allt í ruggli heima maður. Það var áður en að Guinness kom. Já, þú veist, þú getur ímyndaði sko að rugglið náttúrulega margfaldaðist með Guinness, en það er eitthvað við það samt svo gaman að vera í rugglinu líka sko. Það er að fara á nytjamarkað til dæmis. Fara á nytjamarkað? Já. Það svaraði þetta? Mér finnst það ógeðslega gaman að fara í góða hirðin og fara ef ég er erlendis og sé einhverju svona, þú veist, jafnvel bara einhverju vintage-búðir sko, en meira samt svona eins og bílskús, eins og einhverju að hrúa öll og skúrnum sínum inn í einhverja búð. Finnst þið það skemmtilega heldur en að stíga á sviði fyrir fram að 15 árs mannstillinar? Eiginlega sko. Fara á nytjamarkað, hann er aldrei að fara að giska á þetta. Mér finnst það ógeðslega gaman, en býtu, svo er það líka bara, mér finnst gaman að fara á bóksæðingu. Ég elska það. Mér finnst gaman að borða saltangir með vogaitu. Ok, borða. Spila töluleiki. Mér finnst gaman að spila töluleiki. Tölvuleikir. Já, og bara, mér finnst alveg eiginlega bara mjög margir hlutir. Hann fær nokkra sensa hérna. Mér finnst bara hellingu skemmtilegt að gera sko. Ég já, eiginlega bara fullt af hlutum sem gleðja þig. Já. Kannski erfið spurning. Nánast eiginlega bara allir hlutir sko. Þá er það næsta. Já, þú hatum ekki að fá það rít kaldan þó að setja hérna rítrandaði sko. Það gleði mig líka. Já, herðu, þá er það næsta. Já. Hvað getur þú sem enginn gerir betur? Ég myndi segja að ég hendi í bestu eðluna. Ég get staðfest að Rakel gerir betur eðl en þú. Ég er búin að smaka báðar. Hefur þú smakað eðluna mína? Já. Nei. Jú. Það? Má horfa á UFC? Já, þá hef ég örugglega hendi í hana bara svo málega. Ég get hendi í eðlur svona bara með vinstri svona til að svona, heyrðu, hendum ykkur á borðið. Já, varst ekki að vanda þig, mennar þau? Nei, ég er, sko málega, þú er áttu að því ég er eðlumaðurinn. Ok, gerir bestu eðluna. Manstu ekki eftir því? Var einhver að kalla á mig? Hvað var það? Málega er að honum fannst svo heitt að fá. Hann fór alltaf snemmi í eðluna. Hann var svo heitt. Það var svo heitt upp í hann sko. Hvað varði mann? Já. Hann getur nú bara komið comeback. Hann sko, málega er að hann var alltaf með aðstofamann. Pulla var alltaf aðstofamaður. Rétt með, rest in peace Pulla man. Já, núna náttúrulega getur Guinness komið sem aðstofamaður sko. Já. Þannig að eðlumaðurinn, já þú segir það, Manstu þegar settum inn Rest in Peace Pulla eftir vídeo okkar fyrir 15 árum. Það bilaðist allt og heldur að hann getu hundin í alveg. Já, held alltaf að hann getu hundin upp á fjall. Spáði því. Já, fólk er alveg Hvað? Eru við svona vitlausir eða er fólk? Nei, það var fólk og nú við erum ekki að ljúga hérna. Það var alveg sprjálað því að það var fólk sem held að við hefum bara actually grillað hundin og getið hann í vídeónu. Í tónlistamíbjónu, í vídeónu, ég fyrir þjóðatíð. Já, það var bara þannig og þetta var ekki ykkur einmannskja, það var bara fullt af fólki. Við þurftum að fara að útskýra það að Pulla væri á lífi. Já, þetta er nú bara svona, þetta er skett sko. Herðu, þá er það síðast að Já, comeback á eðlumannin, þetta er frábær hugmynd. Já, ég var til að sjá hann. Nú vorum við að opna hérna fórsinn og það er ekkert mikilvægt heldur en gott starfsfólk. Já. Þannig ég fór að hugsa hvor ykkar er betri starfsmaður bara í heild, þú eða Egill? Já. 50-50. Ég hugsa sko að þetta sé kannski Egill sko, málið það. Ef ég ætti að ráða annan ykkar hérna inn, hvor væri betri? Sko, ef ég hef áhuga á því sem ég er að gera, þá er ég mjög góður starfsmaður. En ef ég hef ekki áhuga á einhverju, og veist eins og ég á örugglega Íslandsmeti að vinna stutt á vinnustöðum. Þú veist, ég hef unnið í alvörunni á mörgum vinnustöðum og mörgum, taktu þetta, fleirtala. Og ég hef hætt fyrir háti og einu sinni meira þess að hætti áðurinn ég átt að mæta. Það veist, áðurinn ég mætti, ég bara var fyrir utan. Var ekki rúmfattalagur? Jú, rúmfattalagur, það var hann upp á Höfða og pappi, upp á í Holtakurum og pappi var bara að skutla mér í vinnuna og svo bara klukkan var 5 minútur yfir og hann bara út í bílendrengur. Ég geta ekki maður og ég bara og síminn fór að ringja svona fyrirtækjanúmer bara ykkur að ringja bara þú ert að mæta á fyrsta daginn og eitthvað svona. Hættir áður og byrjar. Og ég bara, það var einn óþægilegasta bílferð ever hjá mér þegar bara keiri í þögninni að því að það virkaði aldrei það vel að skamma mig eitthvað mikið. Þetta var meira svona þegar ég sá að mamma og pappi voru bara svona sár og voru bara, þú veist, bara vonsvikið. Bara svekkt. Já, bara svekkt. Þá var ég bara, og þetta var versta bílferð í heimi. Þá hætti ég áður en ég byrjaði.
Og hvað hérna ætlar að segja Egill þá? Já, því að þú veist, sko, málið er það. Ég ætla að segja Egill af því að ég er að taka núna í heildina litið. Já, ég er bara að fíla, reynskilið. Já, í heildina litið held ég að hann hafi verið betri starfskraftur, þú veist, af því að ég var bara mjög slæmur starfskraftur, bara, ég verð að hafa áhuga á þessu. Ef ég hef ekki áhuga á okkur, þá bara er ég út að aka, sko. Ok, náði ég Egill. Þá er ég að ná ég. Já, ég get ekki hoppað fram, voru að segja hann er náttúrulega ekki prentari núna. Já, segja hann að hoppa inn. Herru, þá er Steindir búinn að svara sínum spurningum hérna. Hann er að sækja Egill sem að er að akkurat að spjalla við sveppa hérna, að hoppa inn. Herðu, Egill, erstu tilbúinn? Já, tiltu þér. Herru, það er kósið, við getum verið að taka upp blöðkast í stundum hérna bara í þessu rými. Það er þetta að setja það. Stúdíu okkar, framtíðin, myndi ég segja. Engin læti fram með þetta í hljóðun okkar. Já, þetta er bara... Erstu tilbúinn? Heldur að fólk vilja ekki fá svona skvaldið, svona svo verið í beinni á þjóðuti út einhvern veginn, eða heyra háaðan einhvern veginn og... Þannig ef við verðum aftur hér að vera það bara frammi. Já, ég er til að prófa það. Já. Svo erum við að liði álveru gýrarna og svona fólk er að bladra, læti og svona, ég fíla það. Ég er reyndar að sammála því, það gæti verið meiri stemming. Prófa mögulega. Eins og mér finnst kósið að vera hérna. Herru, ertu tilbúinn? Já. Fyrsta spurning, hversu harður ertu á skalanum 1-10? Harður er ég á skala 1-10. Já, það er svona, ég velta að fyrir með konseptinu bara í spurninguna, ef þetta er svona harður almennt einhvern veginn, sko. Já, hvað ég er að meina það. Já. Steindi, hvað heldur ég bara, ég skil ekki, erum við komnið bara þangað? Nei. Bara ef þið heyrið harður og þá farið þið bara beint í? Nei. Nó. Ég er svona harður af sér. Já, svona, sko, ég held að segja að allir séu nú þannig að við ákveðin einhvern tilefni eða moment getur við harður aður og sögum ekki sem veldur kannski einhvern típa á þert, sko, en ég myndi halda að ég er svona að tala meðaltali. Ég geti verið harður að mér kannski svona löngum erfiðum vinnudegi þegar kannski margir var að kasta handklæðinu og geti ég lamið nokkur inn í viðbót, sko. Ég geti verið harður að mér í gimminu líka, sko, veist, svolítið svo þú kannski, veist, nennir ekki en það er samt. Já, reynda, þar fæ ég smá hörku. Því ég er náttúrulega algjör auðmiki. Bara það að segja það, stundum nennir ekki. Já, sko, ég er ekki auðmiki, ég er með bara mjög lágan sásaukaþröskuld. Ég held að það sé að trufla mig svona mest í þessu. Já, en svo bara ferðu. Já. Ég myndi segja bara svona sangjöld talan að ég get alls ekki gefið með 10. Nei, ég er ekki ás, þannig ég ætla að setja 7 á með hann. 7? Ég held að segja, hann er fann að fatta að ég segi 7 fast öllu í þessum lið. Ef hann segir eitthvað að 7 þá er hann erið. Ok, þá er það næsta spurning. Hvað gleður þig fyrir utan fjölskyldu? Sunshine, gleður mig. Sól? Og það er ekkert sem gleður mig meiri í þessu líf en sól, sko. Svo ég labbaði út náðan, nú er ég á fósinu, labbaði út. Já. Og þú veist, það er kannski 8-9 hitti, en það er bara lognet og sól. Það gladdi mig ekkert eðlilega mikið. Það gerir mikið fyrir maður. Það bara, veist, og líka ástæðið þetta ten alltaf í janúar. Veistu hvað, næs að labba út á morgnana í inniskóm í janúar á Sunshine. Svo ég gleymi því ekki, okkar besti maður Gretar er 50 í dag, hann er með Mæju systir út á tenni og ef þau eru að hlusta bara innilega til aðmikið með daginn, okkar besti maður. Hellis hvað er þau bara 2? Já, þau fóru bara 2, hann er 50 í dag og fóru bara fyrir ekki. Engi kids? Nei. Bara rassaferð? Ok, ég var að hrósa fyrir sól. Þetta er ekki... Þannig að sól gleður þig. Já, sko, kaffibólli snemma mótnana. Gleður mig. Good Light á Jómfrúnni á flugvöllinu. Það er til betri ískaldur beer. Ég skrifa svona mörg. iPad gleður mig á veitingastöðum. Það heldur kids. Wi-Fi í flugvöllum. Stuttar raðir. Og því ég lappin á veitingastað og sé að það er Good Light á kran, ekki einhver önnur típa. Það gleður mig ekkert eðlilega mikið. Þóleikir lappin á veitingastað og ég sé að það er hérna einhver önnur típa yfir reyður. Fullur og reyður. Herðu, ertu til í næstu? Já. Hvað getur þú sem að enginn gerir betur? Þannig að verði bara á hreinskilin. Ég held að sé ekkert sem ég get gert sem enginn annar í þessum heimi geti gert betur. Ég held að ég sko, ég get sendt gríðalegt magn af e-mailum á incredible speed. En ég get ekki fullyrt að sé enginn annar sem er serið á snöggu. Út af því að ég er á heimsmæli hverða að skrifa á lyklaborð. Þú er sagt okkur það. Já, ég sagt okkur það. Og ég er ekkert þessum að margir geti sendt fleiri e-maili á svona tíma. Þegar ég kom með teknotónlist á. Ertu með tekno á þú á þessu? Og ég set allt í bótt, tekno á, fæ mér svona 200-300 milligram á koffinni, ripper eða pre-workout. Þá er engin snegri. Þá bara setjum við þetta. Já. Þú ert allavega í heimsklassa þarna, hvort sem það er einhver betri. Já, þetta er eina sem ég á breyki. Já. Þá er að síðasta.
af því að við vorum opnað hérna fórsinn í gær og eins og ég sagði við Steinda, það er ekkit mikilvæg heldur en gott starfsfólk og við erum helviti heppin með starfsfólk. Það að byrja þannig. Þetta er ekki bara reikandi en ennþá. Það verður skrítið, við opnaðum í gær. Þú var að gefa fólki skýrslu leið og reku fyrsta starfsmann. Ég er ekki að fara að reka. Nei, ég er bara einhver. Herru, voru að tala í mækinn. Já, herru, hvor ykkar er betri starfsmaður, þú eða Steindi? Wow. Sko, nú er ég að velta fyrir mig hvaða kosti góðu starfsmaður hefur. Og þú veist, ef við að meta svona hvor er betri starfsmaður, sko. Og það er sko, kannski velta líka á starfinu. Steindi var betri málari en ég. Ef þetta var spurningu hvor er betri málari, þá ætti ég ekki breyk, sko. Ég er bara að tala um í heild. Bara ef ætti að ráða, segjum bara, tökum 100 vinnur og ætti að ráða í þær, hvor ykkar væri með fleiri vinnur sem að bara... Sko, ég myndi mæta réttum tíma. Ég held að margir, sko, yfirmenn, það færi taugaðan þegar fólk mætur öllum tíma. Ég held að það er annoying. Það er ekkert eðlileg taugaðan. Sko, segjum við svo, nú bara hérna á Fossinum, skiljuðu, það er opna 4 eða eitthvað og eitthvað að mæta 15:30 og hún er 16:15 og hann er ekki mættur. Þá er þið pirraður. Já. Þannig það myndi aldrei gerast með mig. Það myndi gerast með Steinþór. Svona ég held að það sé örugglega bara nóg. Ég myndi halda að ég sé betri starfsmaður út af þessu eina í rauninni sem ég hef fram með hann. Það er ég er punctual. Ok, þá var það komið þegar illa ná í hann. Já, hann er örugglega hjá Sveppa. Það er að tala aðeins með hann. Og ég spjallaði fólki á með hann. Hann er hvað maður elst. Já, hann var akkurat að tala um Sveppa. Var rétt hjá barnum? Já, hann var að barnum með Sveppa. Djöfull að gott maður, fóð fram aðeins að spjalla við Mössa. Djöfull er þetta gott maður. Já, þetta er kósi hérna. Já. Og líka bara 32 mínútur í leik hérna. Já, við þurfum að fara að setja skjána niður bara. Já, viljið fá, ef þið viljið sko strákar, þá getið líka áður en allir leikinni byrja rent svona yfir, kannski næstu innkomið eitthvað, rent yfir úrslitin, ég held ég veit hvernig það fara allt. Og lélasti tippari landsins, en herðu, líka talandu það var, ég elska hvað hlustendur okkar er á tánum. Ég fekk sendingu frá einu sem er í Newcastle-grúpunni, þeir eru 610. Já. Hvað sagði þú, 40-50.000? 50.000. Já, þeir eru 610. Já, það er ekkert allir on the line, skilur. Herðu, ég ætla að fara yfir þetta, drengir. Ég ætla að byrja á þér, Egill. Ok. Ég spurði Steinda hversu harður eftir á skalanum 1-10. Hverju svaraði Steindi? Sko, hann næður honum alveg vel hörðum. Hættu þessu. Herðu, mástu hvað ég var að sagði það? Já, þetta var, hann veit alveg ég var ekki að tala um það. Herðu, þegar þú sagði við mig og taktu hausina þér út úr æsinu, ég bara, herðu, heldur ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta er að bjóða upp á. Ég sagði þér þetta. Ég er búin að segja þetta. Hann svaraði ekki svo náð þegar ég spurði hann. Já, bara. Hann er bara að stríða þér núna. Það er bara því að hann var búin að hlakka í honum. Nei. Það var búin að hlakka í honum. Sko. Já, það eru fáir harðari. Akkurat, þetta er áfram. Lísættu sér. Hvað hérna? Sko samt, sko, ég tala bara um lífinu. Ég meina, það sefur ekki. Hann er með 2-3 brjósklós. Já, ef það er satt. Þú sagðist ekki alltaf að panta það? Panta brjósklós? Nei, að panta check. Mittutöku, já. Jó. Það er svo margir búin að senda og getur ekki verið með þetta. Mér það tók okkur á 90-2.000 pinna. Mér finnst það nógslega ljótt. Fólk segir þú getur ekki verið með brjósklós. Hvað heldur þessi bara ljóa þessi með brjósklós? Er lið orðið alveg ruggla? Er þetta sama á þegar við gerum Rest in Peace í logoið í lokin? Nei, sko, það var til dæmis eitt sem að senda á mig að þú hleypur ekki hálfmarathon með 2 brjósklós, sko. Það er bara sem ég gerði. En sko, besta við svona tapir í bakinu, það er að hreyfa sig. Nei, versta við að svo gerir bakinu er að hlaupa. Þú varst svo nýr eftir það ekki? Nei, ég var hræðilur. Hann var eins og nýr þegar hann kláraði hlaupið. Þetta er eins og í boxinu og svona, þá sippa ég ekki. Þú veist, mér finnst það svo vont fyrir maður að fá þegar ég er að hoppa. Þú veist, fá högg á. Þannig þú veist meina og sért með brjósklós? Ég er ekki meina, ég er bara greindur með brjósklós. Þú veist, bara af lækni. Við skulum bara fyrir fólk sem heldur að ljúga, upplótum bara myndunum. Bara nýjum myndum af. Ég finnst alveg að langa mér nú bara ekkert að gera það fyrir þetta ömulega fólk sem heldur það, en ég skal gera fyrir ykkur. Ok, hversu harður er hann? Já, hann er 10 af 10, það er hann er honum hörðum hann er reynda að fá stig. Sko, hann líka málega með Steinþór, hann er góður í gólfinu. Nei, það er bara eitthvað sem þú hefur alltaf sagt og það á engin rökkastiðast. Og oft þegar ég er farin að sofa, ekki sem að sofa í 6-7 tíma, þá er hann bara í heitum pott með rauð. Já, kallar það að vera harður? Rauðvitað, ég meina, fólk sem er sofandi. Þessu kom inn á hann, sjóarar og fólk sem er að vinna bráðmóttökunni og annað, það er harkar. Mér finnst það harður, mér finnst að gefa hann 10. Hann alltaf, ég veist sko, hann sagði það ekki. Hann gaf sér aldrei 10.
Hvað er svarið? Já, nú þegar spildi rétt sko. Hann gaf sér aldrei 10. Hann hefur verið vel softvisi sko. Hann hefur gefið sér afslátt. Hann hefur sett fjark á sig það líklega. Hvað gaf hann sér? Hann gaf sér þrist. Nei, Helviti varstu nálægt maður. Ef þú ert nær, þá farið stig. Ok, takk. Já, er það svoleiðis? Já, ég varst búin að gefa það 10. Nýja reglur bara við Nei, alltaf stig í bóði. Steindi, ég spurði Egil sömu spurningu. Hversu harður eftir skalan veit upp í 10? Hvað sagði Egil? Ég ætla ekkert að fara í neitt titlingarugl. Nei, takk. Þannig að ég meina harður, ég meina hann náttúrulega er líkansætta frömuður og kalla sig harður. Segir harður? Hann er einn harður. Já. Þannig að hann kalla sig harður. Og ef þú kallaði harður þá lítur að vera harður. Hvað heldur hann að hafa sagt? Ég held að hann að gefa sig afslátt líka. Ég held að hann hafi smelt á sig. Ég held að hann hafi smelt á sig fjarka. Egil fæst þig, hann sagði 7. Ég segi alltaf svo að það er lítið afsláttur. Ég var að gefa þér Ég var að gefa þér stigan. Egil, þú ert komin yfir. Thank you. Ég ætla rétt að minna á það. Ég ætla að sérsveita maður og trillu kalli 10. Þú gæstu 7. Hann er harður. Þú ert ekki 7 sko. Og trillu. Það er næsta. Ég spurði, ég ætla að byrja á þér Egil. Ég spurði Steinda, hvað gleður Steinda? Blöðrur. Heyrðu, hann fyrir alltaf beint í þetta alltaf bara. Nei, þú þarfst að vera ritskoðan og lið. Á ég að svara spurningur, maður var hreinskilin eða á ég bara að bulla eitthvað? Hvað heldur hann að hafa sagt? Ég má ég bara segja hvað ég veit að gleður hann og svo getur við rætt hvað ég held að hann hafi sagt sko. Það er ekki sá spurningi. Ég veit alveg hvað gleður hann. Var ekki búið að taka fyrir að mig svara oft? Ég veit hvað gleður Steinþór. Ég veit ekki eðlilega mikið. En þá ættu bara að segja 1. Þú ættu ekki að segja 10. Nei, ég er með 7 hluti. Þannig virkar þetta ekki. Sko, en ég þarf að velja svo the winner. Sko, þið sögðu báði nokkra hluti. Þannig að ætti að komast til. Ok, ég skal gefa þér. Af því hann sagði 3, þú mútti tella upp 3. Velda hann bara í huganum. Ok. Blöðurur, heitur pottur, rauðvin, gríðilegt magna penisum, Guinness, samlíf og að slefa. Þetta eru hlutin sem ég hafa með. Er þetta sem ætlar að svara? Já, þetta er sem ég líta. Ég er allar með 1 punktan. Nei, það er ekki stig. Fara á nýtjamarkað. Nei, betur, varst ekki með hundin? Jú, Guinness. Þú varst ekki að meina Guinness hundin. Ég betur að ég verið að drikkin. Fara á nýtjamarkað, það er alveg sem hann sagði. Borða saltstangir og spila tölvuleiki. Men ég elska Guinness bjór líka. Ég megi alveg fara. Bara sleftur bara blöðurum að heita pottunum og rauðinu. Það er ekki stig. Já, þetta gerði það bara. Ég slefti því. Steindi, ég spurði Egil sem það er skrítið svar. Hvað gleður Egil? Steindi. Hvað gleður Egil? Hverju svaraði hann? Ég myndi segja að væri. Má ég þá segja nokkra hluti líka? Já, hann taldi upp 3. Nei, hann taldi upp 4 mér. Já. Ég myndi segja að væri góð svepp. Nei, kom ekki. Excel-skjal. Kom ekki. Skipulegt Excel-skjal, kom það ekki? Nei. Þá myndi ég segja að það væri kaffibolli. Rétt. Skotir maður. Hitt og bollan. Já, það er 1-1. Hann sagði líka sól og good light og gott wifi. Gleymdi sunshine. Sól og gott veður og wifi. Það er eins og þetta sé bara svar eftir einhvern 15 ára gæja. Það er ekki frí wifi. Það er næsta. Sunshine. Já, bara sól og segir ekki bara, þú veist, hvað gleði? Jú, ok. Ég ætla að byrja þér núna Steindi. Já, meðan sól gott svar. Já. Það gleður. Hvað getur Egil sem enginn gerir betur? Hverju svaraði hann? 1-1. Hvað gerir hann? Það er nú bara margt held ég sko. Hann vildi meina að væri bara eitthvað eitt sem að enginn gerir betur eða sem hann ætti sensi, sagði hann. Já, ég held að það sé að gera lítið úr sig þar. Ég held að ef hann valdi bara 1. Veitu, nú ætlir hann að lesa þetta rétt, rengir. Egil er að segja 1 hlutu sem að það hlýtur þá að vera eitthvað tengt skipulagi. Hann er skipulaður, það er bara hannig. Eitthvað eitt sem hann getur gert sem er betur, það er það ekki bara ég spói hvort það getur verið content creator sko, hann er búin að vera mikið í því núna. Ég þarf að taka þetta að þér. Það er að senda mail.
Það með meina að sé engin sneggri að En það er veistu hvað sem ekki pepp og það hefur geðið með content Já, því að hann er búin að vinna mikið Ég legg mikið metnað í með content sko Auðvitað í með fingrasetningin Hann er fljótur að skrifa mailin Já, ég bara var hreinskil Ég held að svona eina sem ég hætti í álfurni breyki og heimsmæli hvar það En ég spurði Steindar sem spurningu í hverju er Steindi betur en lestu yfir, skrifaru og lestu einu sinni yfir og sendir hvernig er ferlið? Nei, ég veit ég skrifa þetta rétt og bara já, okay. En ég skrifa hraðar en ég hugsa sko, Steinþór hann er mjög góður einu Það er að sjá í gegnum scams og það því að hann er paranoid hann treystir engum og hann hugsar alltaf þegar það var fund how is this guy fucking me það er direct quote úr Big Short gefur þetta og það er engin betri í því og í paranoin hans er rauninni en asset ég og Blöð erum ekki paranoid, við erum bara slagir það er mjög auðvelt að taka mig og Blöð og ríða okkur það er engin sem gefur neitt þú ríður Steinda ekkert svo auðvelt orða þetta smekklega ég má ekki svíkja þú svíkur hann ekkert svo auðveldlega og það hann er alltaf á tonn ég held þessi bestu því í heimi hann sagði að gera bestu eðluna það var svolítið barnalegt svar hjá hann mér sammálaði það er ennþá 1-1 það er ekki bara ostur og snakk þá er það síðasta spurningi drengi við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan hvor ykkar er betri starfsmaður það er 1-1 þetta er for the win ég ætla að byrja á þér Steindi hvað sagði Egill ég ætla að segja að Egill hafi valið sjálf og segja það er rétt yes Steindi komið stig á ég að fagna því samt það er skrítið að fagna því en ég fekk stigið ég hefði vanalega valið því sko þú last mér svo ofta bókan það er skrítið að fagna þessu en ég fekk stigið, hvað er staðan? Það er 2-1 fyrir þér, Egill getur jafnað Hvað sagði Steindi? Já, sko Steindi Sko ég held að Steindi finnst náttúrulega góð starfsmaður því að Steindi hefur trú á sjálfur sér sko en svo er hann að samt að hugsa sko að veit ég vakna snemma og veit hann að stundu setn ég held að vita og hann að gefa mér þetta Það er hárrétt að fá 2-2 Það er 2 Ég sáttur í punkt það er stórmeistari jafntefli Ég fikk glaður og sáttur frá borðið það ekki? Allir sáttir, allir glaður Þú þegar barn og fossinum ná mér í ískaldan gull læt Þetta er nákvæmlega sem að vera Allir glaðir og allir í gýr Við skuldum auglýsingar, við ætlum að fara í auglýsingar Svo hér eftir smástund eru spurningkeppni Gilsarans Herran Hnetusmjör og fleira En hendum í auglýsingar FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957 Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 beinu útsendingu frá Fossinum hér í Fossvogi og við erum konni með rándýra gestinga í stúdíu við tölum það í byrjun þáttar verði ekki mikið dýrari það er Herran Hnetusmjör Árni verður velkomin Takk fyrir Gekkja að fá þig Við vorum að tala þig bara í byrjun þáttar Við vorum að tala bara hvaða hlutabrið þú væri því þú ert búin að vera svo mikill uppleið hvað getur þið líkt við? Nú kannt þú að búið til texta sjálfur hvað eru að tala um? Hvaða bref er ég líka ég sé ekki svona ég er svona cirka Bitcoin 2000, til svona 2020 og ég er mjög gott rönn í Bitcoin en ég er eiginlega svona meme coin eitthvað svona algjört kjaftaði sem allt í henni feipur eitthvað í þvælu en þetta er sko málir rönni er búið svo langt þannig að það er En það er líka bara eins og, já þú veist sjálfur, það þarf alveg metnað og vinnu í það til þess að láta þetta ganga svona. Við áskuðum til hamingju með bara allt saman. Kæra þakki. Og ný plata í vikunni. Já, tónlist til að segra við. Já, geggjuð plata, maður er búin að renna inn í margótt. Já, bara klikkað sko. Gæti þetta verið eitthvað mikið betra? Nei, bara alls ekki. Ég er bara ótrúlega þakkláttur og sáttur með þetta. Já, og hvað varstu lengi að vinna þessa plötu? Heyrðu, ég var frá 29. desember til svona mars var svona hálfnaður. Ok, átturðu nokkur við spyrjum alla sem koma ertu með lög í svona skúfur? Nei, ég átti nefnilega ekki neitt sko. Ég tók bara algjörlega bara clean slate og bara vann plötuna bara á 3 mánuðum clean. Það er skemmtilegt. Og hann ég er mitt, þetta er bara svona eins og tímahelgi bara, þetta er bara akkurat þessir mánuðir og bara svona er þetta. En maður finnur líka á plötunni að þetta er bara, þú veist, þetta er partyplata, skilur. Þetta er algjör partyplata. Og sko, maður er búin að sjá svona hér og þar á fólk er að velta fyrir sér átróið hvort það sé einhver skilabóð einmitt og viltu blása á þetta? Hvað er átróið eins og þetta að fara að hætta það? Sko, já, það er einhverjir að túlka það þannig en við blásum á það. Já, ég meina, þú veist, í morgun var tilkynnt hver er með þjóðatíðalagi og það er ég og Birgitta Haugdal. Já, þú leikur með það líka maður er ekkert að stór hætta strax ljómar ekki sem aðeins sem er að hætta
Það líka kant eitthvað annað. Hvað myndir að gera ef það verður ekki tónlistamæður? Bara, ég veit það ekki. Bara opna hverfis. Opna hliðin á blöð sko. Já, þú mátt kontið þetta með mér í þetta. Kossin. Já, endilega. En sko, hérna, ég var að hugsa eins og með tónleikana. Já. Það er uppselt, það var uppselt strax. Já. Og hendur í auka tónleika. Já. Það er ennþá til miðar á fyrri tónleika. Já, það eru hérna, sko, ég ákvað að henda inn fjölskyldutónleikum sama dag. Já. Og svo bættum við öðru kvöldi, annan dag. Ok. Og hérna, ég og Máni tölum það áður en við launchum að við vildum selja 2000 miða á auka kvöldgigið fyrstu vikuna, annars myndum við cancelaði. Já. Og við náðum því ekki, þannig að við ákvaðum að draga það úr sölu og bara endurgreitum þeir sem að við bara, ok, við erum búin að metta markaðinn, tökum þetta aftur setna, en við erum með fjölskyldusjóið. Ég er enda að það er vel gert. Já, þetta er svolítið bara ángríns, það er bara know your limits. Já, algjörlega. Í staðin fyrir að vera með bara fullan sala fólki í vinnu og... Einmitt, þannig að við bara ákvaðum að taka fjölskyldusjóið. Fjölskyldusjóið það er uppselt í stúku, það er eftir meður á gólfi, það er 4.990. Það gjöfin ekki gjald. Það er bara sama og ég var að rukka herra í salnum sko. Sko, í mínum bókum að vera með 2 hallir er nóg. Já. Þá þarf það ekki að vera með samviskuvit að hafa þurft að kvíla þriði. Passaði líka bara að vera ekki tróðningur og svona, passaði sér nóg plássir. Já, þetta er málið, ef við fara eitthvað yfir. Nei, veistu hvað, það er eiginlega bannað, er ekki bannað að tala höllina þetta? Það er regla. Þetta er líka önnur höll, þetta er gamla höllin. Þetta er gamla höllin, já, má tala hana. En er ekki stórt að fá þjóðtélagið? Jú, það er ekki nættur heiður. Er þið byrjað að kúka? Við erum byrjað að kúka, já. Og hérna, við viljum ekki gefa upp alveg strax með hverjum við erum að vinna þetta. Það er ákveðin pródusser sem að, hérna, er að vinna þetta með okkur. Og Birgitta líka, ógeðslega gaman að vinna með henni. Legend, án grínsmaður. Þú er legend. Já. Hún er alveg legend in the game. Já. Og hún er líka, hún er svo geggjum. Hún er eina af þeim hérna, ég var að tella upp daginn. Pétur Jóhann og fleiri sem að svona, ef þeir eru illa við Óskar Örn Hauksson, ef þeir eru illa við Birgittu Haugdal, þá er eitthvað að þér. Ég held að hún gæti farið í framboð og bara postaði í story og unnið það sko. Bara, þú veist, ef einhver myndi vita að það væri hægt að kjósa hana, þá myndi hún verða fórseti í Íslands. Sem að heldur líka besta dæmi. Ég hef oft rætt að, ég veit ekki hvort þú hefur rætt að þetta F9 upplöðu, en það er bara þannig Ísland virkað þannig, þú nær vissum standard. Þú átti eiginlega alltaf að vera svona að kroppa í toppinn, því að þú ert komin á toppinn, they bring you down. Og Birgitta Haugdal var að fá skít. Hvernig er þetta að gefa Birgitta Haugdal skít? Það var bara því hún var svo stór. Það var bara, hún hafa bara komin eitthvað sögursagn, hún var í dópi og eitthvað reglu. Þetta byrja bara, leið og verður svona, veitir hvað ég meina? Leið og verður svona stór. Já, og það er svona að vera sörkulega toppinn. Ég hef heyrt svo ógeðslegar kjaftasögur Steinda sko. Endur hann komin á toppinn. Nú nájar bara viðbjóð. Ég get lofa þér að Steindi sendir þér á það eftir. Þú varst að djóka með þetta ekki, þú varst ekki að heyra um það sögur. Nei, bara, sko, alveg hryllingsögur. Já, nei Steindi á enga sögur. En málega það, en þetta er samt alveg satt sem þú ert að segja. Þegar, sko, hún alltaf var algjörlega. Ég held sem margir bara hlusta bara núna sem vita ekki, þá er ég ekki að tala um að Birgitta Haugdal sé ekki stór í dag, en hún var langstærst, þetta er svona hún bara og bó á sínum tíma. Fólk er að brjóða sér tennur. Og fólk gleymir, sko, það eru svona moment, þú veist, líka Magnificent. Já, hann fór alveg þegar hann var, sko, það var, sko, hann var, allan hafi ekki bara náð að vera topp 3 frægustu Íslendingar bara alive á þessu momentu. Egil er hérna frammi núna að tala við hérna Mushroom og eitthvað, komin í bjór, fekk smá frí. Hann kom með bestu hugmynd sem ég heyrst daginn. Það var að við þurfum að fá Magnificent. Hann býr á Akureyri, hann syngja Dolphins Cry á giginu okkar Vestló. Það var reynda rosalegt. Oh way you're bathing light. Það var moment. Þá væri líka gaman að geta farið og sagt, þú veist, eftir flutningin. I got 2 words for you. Já, við skulum heyra í honum fyrst og það er við erum að ræða þetta nú. Hvað er framöndan á netinu? Nú er platan komið út, það er tónleikar. Platan komið út, tónleikar. Ég, hérna, já, náttúrulega með þjóðatíðarlagið, þannig að ég verð á þjóðatíð. Ice Guys mynd? Já, Ice Guys mynd. Þú ert góð leikar á þig, þú ert að leika mér það. Já, þú ert að fara að leika mér. Þannig leikar já, takk fyrir það, sumulegis. Þú ert að gera hérna leika eftir Rúrik og þetta, mér finnst það gæðislega að fyndi sko. En byrju, ég er ekki að skvíla hann, það var eitthvað sem sagði þetta hjá okkur daginn, hvort það var Frikki eða eitthvað sem að sagði það. Ég veit ekki, ef það er búið að segja þetta þá bara já maður. Já, það var eitthvað sem sagði þetta í þættinum, sem að tengist þessu. Já, það er búið að skvíla þetta. Já, og er hún byrjuð í tökum með það? Nei, við byrjum með tökum eftir tónleikana. Já, ok,
þannig að það bara í sumar. Finnst þið gaman að leika? Mér finnst gaman að gera skemmtilega hluti með skemmtilegu fólki. Ég myndi kannski ekki, ég ekki að leitast eftir því endilega að leika eitthvað þannig, en bara svona ef það dettur eitthvað inn sem er skemmtilegt með skemmtilegu fólki, þá er ég klár sko. En annars með langar líka að spyrja áður að við missum að eins og þú ert að gera plötuna, það tekur 3 mánuði, hvað að því ég veit að það eru margir að hlusta núna sem að langar í tónlist og svona, hvað þetta, hvernig dagur þinn? Ertu mættur í stúdíó 8-9, þetta bara fyrir eftir feeling? Sko ég byrjaði í lok desember, þá var ég að spila á Græna hattinum og Sjallanum fyrir norðan og við leigðum bústað og settum upp stúdíó þar, þannig við byrjuðum bara 4 daga, voru bara stúdíón á daginn og svo spila á kvöldin í 4 daga og svo er þetta bara skutlastrákunum í leikskólan, mættur í stúdíóið bara fyrir 9 og er að fara heim bara einhvern veginn eftir miðnætti. Það er bara þannig. En það var, ég fíla að vinna svona, ég fíla að taka bara svona algjörða keyrslu og svo er ég bara ekki að hugsa að búa til tónlist bara þess á milli sko. Þannig að þú ert ekkert í bílnum að hugsa einhverja línur og puntaði niður. Nei, en ég finna samt núna fyrir og eftir, svona aðeins fyrir plötuna og núna eftir þegar maður er búin að þjálfa hennar vöðva að þá, ég veit ekki hvort þið kannski tengið þetta ef þið eru að vinna í að skrifa einhverju seríu eða eitthvað, alltaf að punta niður hjá einhverjum svona brandara og funny shit að þegar þið eru búnir með handritið þá er samt alltaf eitthvað meira og meira að koma til manns, þannig að maður er svona með þennan vöðva þjálfaðan. Og jafnvel eitthvað funny dot sem að maður er bara fuck, akkur það var ekki inni maður, koma á seint sko. En talandi Icecast, þá verði líka að ég er ekkert búin að minnast á það að tónlistamenninn okkar Frikki Dór er á sunnudaginn, ég er búin að sjá þáttinn, hann er stórkost. Ég set hann uppi með bestu viðmælendur sem ég hef fengið. Það er alveg þetta er lengsti þáttur af tónlistamennum okkar sem ég ég bara sem betur fer sko, því að hann er gætin sko. Hann er síni sko. So many hits. Hann kemur inn á sunnudaginn og Scene Plus. Emilian Turini er komin inn. Varstu með lið? Það er engin pressaðist. Ég er með lið. Já, let's go. Sko, ég er nefnilega með podcast. Er það eiginlega komin inn? Með Huginn. Getið ekki bara deilt á hérna? Ég og Huginn erum saman með podcast sem heitir Félagsmiðstöðin. Við joinuðum podcastleikin og Herðu, Huginn, hann er horter eins og ég. Já, hann er horter. Heldur betur. Þið eru alveg rugglaðir. Við þurfum eiginlega, sko, ég þarf að koma til ykkar og við þurfum aðeins að fara yfir hluti sem við eigum í skúrnum og svona. Já, hann á svo mikið að skrýttu sitti. Hann á svo mikið skrýttu, hann á risaðilu tennur og einhverju limited edition action fígurur. Það er skemmtilegu gæi. Já, hann er geggjaður. Það er topp maður. Sko, við erum með, ég ætla að fá að taka ykkur bara í hinn klassíska lið Hvort myndirðu frekar. Inspired by F9 Blö. Ok. Herðu, ég ætla að taka bara svona kollið, þannig að þetta er ekki þið allir. Jú, tökum bara allir. Ok, herðu, hvort myndið frekar drekka 2 lítra af vatni í hvert skiptið sem þið keyri bíl eða hætta að horfa á YouTube í símanum á meðan þið keyrið? Sko, málið er að, sko, ég Ok, 2 lítra vatni, hvert skipt sem þú keyrir. Já, bara alltaf þegar þú ert að fara að keyra þá ert að tjögga 2 lítra. Það er þreytt verkefni. Eða aldrei aftur horfa á YouTube í símanum á meðan þið keyrið. Með þið keyrið? Það má ekki, það er ekki bannað. En málið er, ég horfði Ég reyndar, sko Ég ætla alveg að viðkjanna, ég stelst í síman, skilu og ég ætla að fólk gerir það nú. Snitti, hættu þessu, næsta spurning. Nei, ég segja þú veist, maður á ekki að gera það, en ég er ekki vanur að horfa á YouTube. Nei, ég er að fokki ykkur, ok, þessi var joke, ok, aldrei aftur gefa út annar lag, þeir eru báðir virtir tónlistamenn, eða aldrei aftur naga okkur neglunar. Aldrei aftur naga neglunar. Veistu hvað, það er ekki neitt. Þetta er auðvelt á netinu í dag. Veistu hvað, það er bara það svo erfitt. Það er ekki neitt sem gleður mig jafn mikið og fara í stúdíó og snáðast. Það finnst það bara svo gaman. Mér finnst ekkert gaman að ná með neglunar. Nei, við þurfum ekkert að velta steinum hér sko. Þetta er ekki, við þurfum beint í næstu. Þetta er ekki með þetta erfitt. Hvort myndu við frekar fara í sjósund á hverjum degi í desember eða fara í sturtu á hverjum einasta degi í 3 mánuði? Hörðu, netan er með hann degra við okkur í dag. Þetta er alveg degur. Þetta er þægilegt. Ég myndi taka sturtuna sko. Ok, nú erum við komin úr easy mode og nú fyrir við í hard mode. Já, ég gruna þetta sko. Ok, hvort myndu þið frekar að fá okkur tattoo í andlitið eða segja, ertu eitthvað tregur einu sinni í viku við barnið ykkar? Eða treg? Einu sinni í viku? Já, einu sinni í viku. Sko, ég myndi halda að Aron gæti alveg tekið þá á kassan ég segi, ertu eitthvað tregur, sko.
Ég held að myndi jafna svo því mjög fljótt. Það skilur ekki eins og hvað ég segi held ég sko. Nei, en svo fyrir hann að skilja það og bara pabbi. Það er segið þetta eilífur. Hann er ferstur, ég bara, ertu eitthvað trefur? Það fyrir hann símtal. Á hverjum degi? Nei, þetta er bara einu sinni í viku. Já, þú ekki einu sinni í viku. Ég veist að vera bóðu bjóðu på þægilegan. Gæti fengið snirtilega tattoo í allt, hvaða tattoo, máttu vera eitthvað tiny tat. Þú mátt fá þér tárdrópa undir augað. Það er harðasta tattoo sem getur fengið. Það er ekki að vera drepið eitthvað. Jú. En sko það er harðasta tattoo sem getur fengið, það er drópin undir augað. Og það er ég set reyndar Fear God þarna sem að Lil Wayne er með á augnlokunum. Það er helviti hart líka. Það er helviti hart tattoo líka. Ég sko málið það, veistu hvað? Fear God. Ég Þú var í góðu með það. Ég er smá að pæli að fara í tattooið sko. Já, tattoo eftir. Þú veist, ég meina, þú veist, jú, auðvitað væri það skrítið sko. Ég er fertur og Hvað ætlar að fá þér, þú veist? Tárið. Alltaf tárið. Því hann fucking killed the game. Hann killed the game. Já, ég myndi sko málið er að, nei, auðvitað myndi maður segja, ég myndi segja við bönnum mín að þau eru treyja einu sinni viku en það er eitthvað freistandi við það að fá sér eitt tattoo í andlitið. Já, það væri mjög hart. Það fyrstum ég að gera samt eitthvað svona saman, skilja, svona stemning. Já, okkur FN9 blöð logo. Ég veist bara andlitið vera erfitt, það er erfitt location og tat. Já. Ok, hvort myndið þið frekar selja bílinn einu sinni í mánuði? Þið eru bara það er þreytt. Já, þið með ekki fara til bílasala. Þið þurfu auglýsan og standa í þessu. Já, hann selst alltaf, það er gefið. En þetta er maus. Þið þurfu að skrá hann og þið þurfu að hitta ykkur gauður og hann er að sparka í dekkin og eitthvað. Eða, þetta er einu sinni í mánuði. Eða vera með páagauk á öxlinni, alltaf. Ég myndi velja páagaukinn. Já, ég hef alveg gaman að þeim og ég elskar dýr, páagaukur. Það er erfitt að landa hlutverkum og það samt. Já, ekki nema að vera bara sjóræningi. Ég er að pæli að taka minnkarættir í svona sjóræningi átt. Aftur. Já, þetta verður með hann at all times og öxlinni. Akkur skrifa bara sjóræningi þetta. Það má ég aldrei taka fugllamur. Nei, fuglinn er bara alltaf. Hann fer að því þú leggst á kottan. Þú ert ekki svo með eina skiptið. Þá verður að velja bílinn. Þú getur ekki verið með fugl á öxlinna eilífur. Líka í samlífinu sko. Já, hörru, hann er bara af stað. Þú veist, rífur þig í gangan í samlífinu og lætur þig heyra það og þú er laus og það gengur ekki. Hvað er það að tala undir ykkur? Ég segja, þetta er ekki hægt. Þú er bara að selja bílinn. Já, ég finna, jú. Sem verður betri vantanlega. Því veistu, ofta svo close a sale, því betri verður í því. En þá þarfst að kaupa nýjan bíl. Ég veit, þetta er ömulegu dýll. Skárinu er með fuglan. Þú tekur bíladílinn. Já, ég ætla að taka bílinn, nei, fuglinn. Ok, það var að síðast að hvort myndið þið fyrir ekkar grilla allan matseði borðið. Bara allar máltíðir. Það hljómar sweet. Já, en þið þurfið samt að gera það, sko. Þú fer til tenni, þú er bara að taka með svona lítið grill og vera með hótelherbergi. Ég elska volta hluti því ég nenni ekki að grilla, sko. Ég alla daga að grilla allt saman. Líka erlendis. Teneri, þú ert á tenni 6 mánuði ári. Þú ert að taka með bara George Foreman. Þetta hljóma útla vel fyrst, svo þau voru að hugsa þetta bara ekki lengur sweet deal. Þrýfa grilli. Og ég aldrei fá rest aftur. Jú, en þú eru bara að taka með lítið grill. Já, fá leiði til að grilla. Já. Eða reyna að kýtla alla sem þú talið við í meir en 5 mínútur. Þannig að hverski sem þú talið við í meir en 5 mínútur, þá þarf þetta að kýtla. Nei, 2 sekundur er óþægilegt. Hvað það 5 mínútur? Já, nei, sko, nei, þetta er bara 2 lög. Þetta er bara að þú tala við einhvern, skilur, þess að við myndum hittast núna og við vorum að spjalla saman og svona leið og við varum búin að vera að spjalla saman í 5 mínútur, þá myndur þú svona byrja að reyna að kýtla mig. Sko, að kýtla annan fullorðinn mann er virkilega skrítið. En ég menna, þetta er samt 5 mínútur. Þú getur verið með, sko, þú getur verið með bara tæmur í símanum í hvert skipti sem þú hittir eitthvað. Hann er með þetta auðum einu en hann er með þetta kýtlufetti, sko. Er hann ofta að kýtla þig? Rögglaðatriði, sko. Ég er ekki sem hann fílaði að setja að tala um það. Nei, hann er bara með það. Er hann kýtlufettis? Já, kýtlukall, sko. Sko, málið, hann er kýtlukall, en ég veit ekki, sko, hvort það sé eitthvað fettis, en hann er svona kýtlukall, sko. Já, það er, þú veist, það er ákveðið hagsarna, þú veist, það væri hægt að taka, sko, vera með tæmur á símanum og svo þegar bara samræðinur eru komnar í 4 mínútur, þá getur þú afsakað þig og farið á klóstið og komið svo aftur og þá byrja 5 mínútur og líka bara, þú veist að, og líka bara, þú veist, það kveði eitthvað, já, einmitt, gaman að sjá þig Hinnopsjónu var að grilla allan matsu og borða. Ég ætla að grilla, þú veist að kýtla, sko, eitthvað, getur kýtla bara í nokkra sekundur. Já, þú þarf, nei, sko, þetta sko, spurningin er að reyna kýtla eitthvað. Já. Þú þarft ekki að, þú veist, þú ert bara að ráðast á hann, skilur þú Hversu gaman að tilla sig á ressa og panta sér eitthvað að borða með fólki og netan er bara að taka það af þér og fundum með ókunnum fólki. Já.
Kýtla alltaf við borðið? Svo þarf það að afsaka þetta. Nei, ég er að tjóna maður. Þessi máli ef ég ekki myndi kýtla hittur núna þú stressum hún með leið á mig hann er komið leið og gissum hann er ekki að hafa með leikur ég myndi að 5 mínútur hann myndi ekki nenn þetta væri 5 sekúndur Nei, sko, þetta þarf ekki að vera 5 mínútur hann myndi aldrei nenn að hitta þig þetta er alltaf langu kýtltími já, þetta er ógeðslega langt að kýtla einhvern til 5 sekúndur er langt þetta er alltaf langt Strákar, þetta er bara manneski sem við tali við í meir en 5 mínútur já, ok, býttu, þá getur þú tekið stutt af fundi þú ert bara á klukkunni, bara 4:30 4:30, þá ertu bara að byrja að standa upp að kveðja ég verð að fara af hverju, að því ég er að fara að kýtla þig ég er að fara að kýtla þarna, helviti ég verð að fara en þá er það álur tempo á fundum og það reyndar ég hata fundi sko þú nennir ekki funda nei ég ætla að taka kýtli bara, segj mig þá og það getur farið út að borða á þessu án þess að kýtla það þjóttnin stendur aðeins og lengi á borðinu ég teg bara kópan á þetta það er að drífa pönturna ég ætla bara að taka þetta maður voru að drífa maður kýtla þjónar þetta er ömulegt ég ætla bara að vera með mikið að matabóð ég er bara svona blöð og kolb ég er bara alltaf heima með eitthvað fólk og það er alltaf ég skal kýtla en já, þetta er bara dýrkað þetta voru miklu betri spurningar en blöðunum líka hneta kemur að velta steinum með lið þú segir bara fyrir aðra tólvistamenn sem eru að hlusta mætið með lið blöðurinn stökk líka fram í panik blöður mætti að redda ykkur ég hlakka til að fá skýrslu mætti hérna skuggalegi menn og pikkuð í hann líka sveittur hvað var verið að ræna staðinu við séum Bjössi Saks verið að koma líka það er stemmingsfólk komið það byrði náðist ekki leikur já það er leikur á tjaldinu hvaða leikur er? Já, lagauðlýsingar tónlist til að sigra við komin út á allar helstu streymuveitur það er ennþá uppselt í hölluna en það eru til miðar á gólfið 4.990 tix.is takk kærlega fyrir mig og hér er lagið Ég myndi líka hata mig Let's go En ef að ég væri úti og horfandi inn damn, ég myndi líka hata mig leið mig hata, wow Hárið það eru Keilu höllun og Pepsi Max sem að færa ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og já, meðan við vorum í auglýsingar þá var mikið hlegi hér í stúdíunum því að ég var kallaður fram að því á tæknivesen og ég þurfti að græja það þú að öllum, það er rosa þurfti að koma leiknum á hérna Káa Víkingur þetta bara helst ekki hendur nei, en ég náði því það sem er ótrúlegt líka já, þetta hefnaðist en það var smá stress við þökkum átnaði hnetunni kærlega fyrir komið já, geggja að fá maður lifandi legend þar á ferð já, hvet fólk til að fara og tjekka nýju plötunni hún er frábær og bara þetta er partyplata og bara blasta þetta í bílum það er að hrósa þeim sem eiga að skilja hann er alveg með þetta drengur já, hann er geggjaður og ég loka sér bara inn í stúdíu í einhverja nokkra mánuði og býr bara til hits ég dyrka líka við átna er að þegar hann kemur alltaf með lið ég veit það hann er líka sem að þeir eru með podcast og hann veit nákvæmlega kundir hann er búin að hlusta meira en þið haldið sko og það er hérna ég dyrka inn að línuna hjá hann gaf út ævisögu fyrir einhverju 15 ára þegar hann var 10 ára að hún fannst að hann er búin að meika þegar hann kom í FM 95 blöð já við erst að gegja lína þannig að hann er búin að hlusta í mörg ár sko og missir ekki líka hann er bara vel að fylgist með öllu sér líka bara eins og í kvissinu það veit allt alla hann er bara segur, hann fylgist með það er hárrétt, en það er hins vegar að koma að dagskrálið sem heitir spurningkeppni Gilsarans og við vorum að tala ég var að vona að hún myndi nú bara King of Summer og það er einn af ykkur sem desperately needs a win já, þú varst að segja okkur það steindi yfir ekki unni þetta í hvað, 5 ár ég vann þetta í COVID Detective Stonefucker vann þetta ekki í COVID Jó, þú tókst þetta 25. júni 2021 þá er COVID búið að vera í það er verið að banna mér að vinna Þrý ekki sendi mig í sumarbústað mátti ekki mæti í sporthúsið þetta vinnur steindi þá því það er svona sumar sem hentar honum allir þurfa að vera inni fá pinna í nefi þið verið eitthvað svo COVID-þema líklega sko en væntalega bara venjulega þema núna já, nú er þetta bara basic sumar ég er smá COVID-kall sko ég var COVID-kall það vita það allir ég blómstraði COVID það var reyndar en það var ekki að banna þeirra mæti vinnuna Þórólfur sagði mig, hörru Gilsi þú mátt ekki hjálpa fólki að vinna í heilsunni sko nú eru hérna eyðileggja heilsu fólk sem þú eru bara heimahöður en það skelltu bara í lás mér finnst það sem alltaf ræðið eitthvað en mér líður eins og COVID hafi verið fyrir svona 15 árum mér líður ekki eins og það sé bara 5 ár síðan samt þessi tími flýgur það var stundum alveg kósi þegar það bara
Æja, þá verður þið bara Ég var náttúrulega með nýfætt barn Já, ég meina ég líka, ég egnaðist barn í COVID og June var bara að vinna svolítið með bara hettupeis og gríma og einn rauðvín og bara, ég blómstraði þetta. Já, þú ert líka með spa heima hjá þér sko. Ég var að stríma mikið, ég með leitt Rauðvín og klakkan, það er bara að byrja það. Já, hendi mig bara on the line ef ég þurfti að fá smá útrás og Við fengum COVID kids, ég, Swessmouth og The Poop í sömu vikun sko. Já, betur, var það ekki eftir Amalegans Köss? Já, Landaköss Herðu, King of Summer Þetta er Landaköss Landaköss Við höfum ekki rætt þetta Amaleg nóg mikið Nei, sko, málega, við sögum að gera Málega að segja það er kód hjá Króksjónunum Þeir bakkur hann upp Blöð ver alltaf Landaköss Blöð fer ekki bollur Málega að blöð er ekki bollur Blöð með bakk upp Landaköss var með rauðan döðan Þangar til hann kemur bara hérna og fær mæk í andlitið Útskýri hvað var að gera Eigum að fara í lið En málega það, ég er natural born bollukall Salesman Málega ef ég sé bollu Þá er ég og ausu Þá er ég að fara alveg hart í hana Og hérna Ég hef gaman bollukall Já, og málega blöð tötsar ekki bollunar Ástæðan fyrir Ég er líka bollukall sko. Ástæðan fyrir ekki bollu er Já, og veist ekki hvað er í henni Það er ástæðan fyrir að ég fyrir hana Því ég veit ekki hvað er í henni Og mér langar að koma að staði Sko, ég hef ekki oft séð Steinda Mölvaðan Ég hef aldrei séð hann ég fullan og eftir Amalegans Köss Ég búist að Þú varst byrjað að bulla bara eitthvað þvæli Já, og málega er ástæðan fyrir því Er það að ef þú drekkur sko Málega það, ég hef drukkið áður Baneitran Sveppalanda Þetta var hættis, þetta var hvorki landin Sko, málið það að Frændans Köss sem var, sko, málið það þegar þú ætlar að gera alveg landa Ég nenni ekki að ræði þetta Það er einmann nokkuð sinnum Egil, förum í liðin Við getum ekki rætt þetta Köss er bara að gera alveg landa Ég er bara Já, Köss er bara staðfest að það var ekki landi í þessu Förum í þetta Þetta eru öðruvísi spurningar en fyrir árið síðan Ég reyna að hafa svo rotation á spurningun Það má ekki alltaf eins Takk Þetta er glænýtt koncept hjá mér í dag Elskar ískaldan strawberry daiquiri in the sunshine Já, viðkjöna Er það ekki? Það stemmingið Það er bara hérna strawberry daiquiri sluss hérna inni Já, sem að þú varst að taka þess að vel með þér Já, hvað ætla að gera þess að vel? Svona í alveg tala Sko, ég sagði þið blöð Viltu selja fólki Nei, ég sagði nei sluss Viltu ekki gefa þetta sluss? Veistu, þú getur prísa þetta á 3 skatt glasið Það var rjúk út Hörru, næsta spurning 1-1 Heldur þú takir around með golfgilsa í sumar? Já, ég held það Sko þetta var auðvelt svar fyrir blöð Við höfum ekkert farið við það Ég kefti með gólsett í gær Já, Kilfur Þú settir í tjattið mynd af setti og kilfur Hann er loksins að þetta er gólfið Og ég fór í mælingu Og hérna Hvað ertu hár? Nei, betur hvernig Hvað ertu hár samt? Mælingu Hvað ertu hár? Sem manneskja Mældur bara hæðir að það mælt? Nei, maður fyrir ekki þannig mælingu Nei, hvað ertu hár? Ég er 1,78 En málega Nú fyrir maður að minka, þú veist það Eftir 45, þeir eru farin að minka Steitur, nú er ég ekki að gata þeim expert í þessu Og fyrir mælingu Aldrei slei á æðinni Hvernig er þetta að mæla mann sem hefur aldrei slei? Það er ekki að kunna sirka slá á mældur Mér finnst þetta mjög skrítið að fyrir mælingu Það er ekki að læra að slá fyrst Svo þú mældur Það veit ég ekki maður, ég sagði bara, heyrðu, hérna, ég ætla að kaupa kilfur að ykkur, hérna, hvernig er ferlið í þessu? Þú ert eftir að fæta kennar sem kemur þér að slá. Já, og þann sagði, heyrðu, við bókum bara tíma á þig, þú kemur hérna, við mælum þig og þú prófar kilfur til að vita hvernig kilfur ég áður með. Og þú bara fóst. Og heyrðu, ég fór. Og bara, slóstu bara. Heyrðu, og veit ég hvað, það kom í ljós að Jón getur slegið. Það er alveg staðfest. Langur. Já, ég er langur. En málið það, ég er að slá hrikalega illa samt af því að hver einasta kilva sem ég mátaði hver einasta kúla fór alltaf lengst til hægri. Já, kallað slæsar ég sem og díla við núna í ár. Og ég sló, þetta var allt í lagi, þú veist, lengdin var í lagi en hver einasta kúla, ég bara gat ekki slegið beint. Það var bara ekki fræðilur. Það var alltaf að kennara. Já, ég ætla þetta að kenna. Veistu af hverju það er? Það er út með auto-in path og þú ert með open kilvuhaus. Þess vegna fer hún til hægri. Næsta spurning. Það er enginn sem á að kynna sér þetta betur en ég. Þegar ég er með þetta vandamál og ég næði ekki að leysa og það er að gera mig temporarily insane. En eigum við ekki að fara samanstráka núna bara á eftir? Nei, hvernig er það að fara í hermi? Það er bara í næstu viku. Já, er það ekki? Sko, bókaðu kennara. Nei, ég á 8 kennara, ekkert lánaður einn. Já, ég ætla að byrja á því að fara og slá aðeins. Já, þetta ræður bara eftir þátt. 2-2. Heldur þú skellir í böð í sumar?
Já, Vestló, Akureyri. Já, alveg pottþétt. Nice touch right over there Blondale. Skóaböðu þá líklega. Ég var að vona myndu kíkja í Laugarvatnslagún eða í Ég reynda með langar að kíkja á hanga. Já, ég hef ekkert verið að fara á hanga. Er það gott það fyrir það? Já, ég gaf þessu. Þetta er geðvegt sko. Topp einhvern. Já, en það er svo Egil sjáir stundum eitthvað annað en ég við þetta. Því að fyrir mér er þetta, þú fer bara ofan í bað. Hæ? Þú ferð ofan í bað. Ég bara ferði ofan í laug. Ofan í laug. Og ég hef ekki takk góða reynslu af laugum. Hvað meinar þú? Mér finnst það bara alveg náttúra og kósi. Já, ég er ekki eldast mikið við það. Hvað líður bara þú ert að fara í svona eins og þetta fyrir bað heima þér? Nei, bara ef ég fer í laug, ég fer í sund með krakkonum, því að þeim finnst gaman í sundi. Ég myndi aldrei fara bara einn í sund. Bara, hvað ert að fara að gera? Ég er bara að fara í laugina. Já, ok, hvað ætlar að gera þar? Hæ, tjíkir maður, ég ætla bara að synda þarna eða stýta þarna eitthvað og bara, ég má ekki eins og, þú veist, panta mér eitthvað að borða, að drekka, neitt sko. Ég bara, má ekki eins og, ég má ekki setja ekki vörun. Þetta má allt í böðum. Maður feir með krökkunum, sko, vörin og bjórin, þetta er allt allowed í böðum. Já, ég veit að ásamt þungum reglum. Þú tala bara sem fyrir úlingur. 3-3. Þið báðið fengur punkt. Steinþór, þú er aldrei mætt í skóaböðun þegar við mætum hana á gig. Þú er alltaf bara á hótel að prófa það. Já, ég meðist ógeðslega óþægilegt að fara í svona hita og sánur og svona fyrir. Það er að gefa þig punkt á þarna. Nei, jú, ég mun alltaf fara eftir Við verðum Akureyri alla helgina. Ég fer aldrei fyrir gigið. Það er skott að mæti. Talandi gigið á Akureyri, drengir, það er stutt í næstu tilkynningu. Það er 1. maí og hún er stór. Já, við ákomum að tilkynninga line-upið right away, svona við erum tabbing it in. Það eru 7 risatriðir sem áttur að tilkynna. Takk kærlega. Er sumarið þinn tími þegar blöður og penis er út allt? Nei. Þetta er orðið bara þreytt spurning. Þetta er svona pínu bara eins og að fengi eitthvað úlning til að hendi í þess aðrið. Þetta er bara nei. Þetta er sviðið. Ég er meira fórhundin hvað Steinþór hefur að segja hann eitthvað. Hann segir nei. Já, sko, það sem ég er sumarið þinn tími, Steinþór, því að það eru blöður og sko, mér finnst þetta bara vera fólk er léttklætt sumartíma, það er nú bara staðarinn. Mér finnst þetta bara vera, þú veist, ógeðsleg spurning. Farðu í næstu. Það er það sem mér finnst. Komdu með næstu. En þú veist að fólk fyrir meiri sund og sumartíman. Komdu með hana. Og fólk er léttklætt sumartíman. Þannig að þú vilt ekki fá stig hana. Nei, bara næsta. Þú byrjar eðlilega, ég fíla það. Það var skemmtilegt. Já, þetta er bara mjög eðlilegt. Þessi er ekki skrítið. Þið finnst þetta bara búið að vera of eðlilegt, eða ekki? Lifnar jafnaldurinn við yfir sumartíman. Jafnaldurinn? Hvað er þetta liðilegt? Þú veist að taka svo leðilega degið núna. Þetta startaði bara flott. Já, þetta byrjaði bara. Ég hef aldrei heilt í jafnaldurinn. Ég hef aldrei fundið eitthvað mun á honum á sumrinu eða vetum þar að við varum hreinskilin. Flesti finna mun á. Nei, ég get alveg lofa því. Það er enginn að hlusta sem hugsar þetta er góða punktur í honum. Nú fer hann að lifna eins við maður. Það er enginn að hugsa og þekkir það enginn. Ég held þessi. Þannig þetta er ekki stig. Ég held þessi. Ég get svarað fyrir okkur báð aftur. Ég sko, hætti að svara fyrir Steinþór. Ég get loði hann ekki punkt á hann. Það sem bara að segja við þig bara já, hann lifna við og leiður ekki með mæ. Þá er kallið komin í gýrin maður. Það er sunshine og allir í gýr. Það hefur ekkert með það að gera. Steinþór, hvað er svo þitt mat? Fyrst að lifna aðeins bara örlítið smá kipur á þetta punkt. Það er svo erfitt að sitja undir þessu. Smá kipur. Segðu bara leið. Ég bara skil ekki munin á þessu. Fyrir bara næstu. Sko þetta er science. Ég er bara að segja ykkur strákar. Þegar það er vor, þá fer fólk svona meira. Ertu að tala um að ef það er kallt, að þá er jafnaldrin, eins og þú kýst að kalla þá er hann, skilur aðeins ekki jafn huggulegur. Svo bara kemur sunshine og allir í gír og allir í stuði og þá bara einhvern veginn lifnar yfir jafnaldran, bara hann er ferskari, hann er til í töskið. Nei, finn ekki fyrir Steindir hann er að daðra með henni. Nei, ég er bara að reyna að ná utan hvað þú ert að pulla þetta. Nei, þetta er bara, það er ekki þannig. Hvað eru margar eftir því að þáttum bara að vera búinn? Brandarótt Seniors kemst ekki að. Ekki stjórnast aðreitur heldur, við erum að geima þér. Hörðu 2 held ég. Já, takk. Það virðist að hafa Heldurðu? Já, sko, ég virðist að hafa þó að sé bara einn, það er allt í lagi. Það virðast hafa made a cut 2 spurningar sem er eiginlega eins, sko. En ef við viljum fá 2 eins það? Nei, við viljum helst ekki fá eini viðbót. Gáttu bara með loka spurningar. Sko, heldur þú að fáið þér nokkuð stykki í góða veðrunni í sumar? Aldrei gert og mun ekki gera. Bara ekki séns. Þóli ekki þessar spurningar. Nei, við verðum að tala svona mikið um stykki. Þóli ekki. Það er engin annar þáttur að þessu.
Og við líka Hvað útastáttur að tala svo mikið það? Og líka bara 3 menn sem aldrei pröfa þetta Og menn aldrei gera það Það er svo eigið sér að reyna að vera eitthvað svona one of the cool kids að hendur sig inn svona bara hey Það er svona fellow, how do you do fellow kids hjá hann? Ég nokkuð vissum að meira segja sko Hann er að reyna að vera eitthvað svona ullingu með þessu Ég nokkuð vissum að meira segja bara fólki á bylginu sé ekki að tala svona mikið Þú veit ekki Hvað er síðastu spurningin? Sko það var, ég var tvær eiginlega eins sko Já, ok, þá er þetta bara komið góð Þetta er hvernig hljómar Ég þarf að segja það báðar og því megi svara einhvern veginn svona báðar Ég meina, er alveg eins Það stappaði staður, ég þarf að fara að henda mér á vaktiningir Það eru bara eins Þetta var sama spurning Já, sko, þetta var, er þetta faglega mat að þú slefar meira á sumurinn en veturna var spurningin, sko Hvernig tengist það stikkjónum? Nei, sko, það er ekki tengist það í stikkjum, bara þetta er alveg sér spurning, það tengist stikkjum ekki neitt, sko Slefar að vera á sumurinn en Það þarf bara, það þarf einhvern félagsfræðikúrs til að bara En Steindi, þú getur stólið þessu ef þú slefa meira á sumurinn Stólið þessu, þú áður unni einu sinni á 2021 Flýgur meira á sumurinn en veturna? Já Ok, byrju það, sem tíð þá vantanlega að ég leggi mig oftar í flugvél sem gerist, hvað gerist þá? Þá sit ég upprættur og er með opinn munnin og þá getur komið eitt og eitt sleppi Hörðu, 21 Ég er bara svo feinin sem búið komin aftur á blað maður Yes maður Við 5 ár. kveðjum hérna frá fossinum Ég er að fara að hoppa bara beint á barinn drengir að dæla Það er fullur staður Káa Víkingur hérna frammi Og já, fossin er opinn alla dagann nema mánudag Við breytum því í sumar Herru drengir Og opnar 11:30 á morgun og sunnudaginn Fyrir það sem eru að hlusta Þetta er helgin hjá félun Blöður bara vaktinni það ekki Jó, ég er bara að Brjálaði að gera Það er allt í gangi Ég er að fara erlendis í tökur á sundaginn Brussel, já, ég og DNA-maðurinn erum að lenda í Brussel og að skoða slappa hluti Tomorrowland Nei, ég reyndar ekki Ég fer þangað þegar ég fer á Tomorrowland Það er líka ekki slappi hlutur Nei, en hérna Ég er bara í keislu í kvöld sko Þeir eru bara heim í bettan Bettan, ég er að fara að vinna hérna til eftir, Still going strong Ég er henni í gamla bíós Það er gamli skólinn hjá mér í kvöld Já, hér, ég er nú alltaf að koma og sem leinigestur Við verðum reyndar í fyrramáli á hjamma.net Já, hörðu Hvernig fólk til að Það er kíkja á það hjamminn maður og hann er snemma, hann er klukkan 10 Þannig að menn vilja betta og ræða Svo verður ég reyndar líka að minna á Ég kom inn á hans að hann að Frikki Dór er næsti gestur minn í tónlistamennum okkar sem að byrja síðasta sunnudag og kemur inn á Sín Plus á sunnudaginn Tekki á Frikka, þetta er stórkostlegur Hann er frábær Hann er snillingur Ég ætla að minna fólk á að henda sér á tix.is Það er Akureyri drengir Laugadagurinn 1. ágúst Og það verður alvöru stemning FNÍFM Blöð Stadium tónleikar Við erum að fara að tilkynna öll atriðin bráðlega Þannig að hérna sko þetta er þetta line-up Og lögin á leiðinni Og plata á leiðinni Þannig að þetta line-up er galið Lofum því, takk fyrir í dag Heyrumst á þriðjudaginn í Blöðkastinu Eða á föstudaginn eftir viku Við kveðjum frá fossinum og bara takk fyrir hlustuna FM 95 Blöð Alla föstudaga á FM 957